Herðu, rétt áður við byrjum þáttinn þá viljum við bara taka það fram að flugeldasala IR, handboltans, körfuboltans og fótboltans byrjuð og komin á fullt. Það alls konar úrval af tertum, rakettum, flugeldum, ílum, stjörnuljósum. Meira þess að gleraugu fyrir flugeldana, you name it, kveikjari, hverju vantar ekki kveikjara? Tjekkja á þessu, það ir ir.gullborg-flugeldar.com. Hægt að kynna sér þetta á öllum miðlum IR og Facebook og Instagram og náttúrulega heimasíðunni sjálfri. Svo viljum við líka taka það fram. Það búið að negla dagsetningu fyrir kvennakvöld IR 2026. Það 14. mars næstkomandi á næsta ári. Alla konur, tjekkja á þessu. 14. mars, áfram IR, góða skemmtun. Komdu með mér í gamlárspartí, gamlárspartí, gamlárspartí og fögnum nýja árinu með stæl. Komdu með mér í gamlárspartí, 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 já komdu með og ekkert væl. Freyði vín og fagrar meyjar. Heilur og sælir, kæru hlustendur, þessna velkomin í IR ansjósuna. Andri, þú ert svolítið heiðurinn þessu nafni, en það fasta gestur í ansjósuna. Jú, þetta mitt annað skipti og ég hef verið hérna frá byrjun áramóta ansjósunar, eins og við ákváðum að kalla daginn fyrir það. Þetta náttúrulega þetta náttúrulega mögnuð kvöldstund og heiður að fá að vera þáttakandi að henni hérna annað árið í röð. En það aðeins meira manninn hérna í stúdíónu heldur en þegar við hittumst í fyrra. Já, þú setur hliðina á, eins og við heyrðum hérna fyrir stundu síðan, grínistanum og hvað segir maður, já, lífskunsternum og grínistanum. Já, það hérna Lukas Ísveld, Glacier Cuts. Það ber IR-legasta nafn í heimi, Ísveldur. Já. Já, góða kvöldið, dömur. Frá handknattspyrnudeildinni, við gleymum að taka fram, og frá knattspyrnudeildinni, Andri Magnús Eiðsson. Fótboltadeildinni. Jóngnar verður brjálaður ef þú segir ekki hann líka fótboltadeildinni. Og frá körfunarsdeildinni, Andri? Já, það barnið sem barnið í hópnum, það Tómas Kárásson. En það allt í góð, klukkan margt, en foreldrar hans eru hérna að bíða. Hann ekki, útvistíminn búinn, en það eru foreldrar með honum. Það fyllt heim. Þannig að engar kvartanir, takk. Já, góðan daginn. Það komið kvöld. Já. Gaman að fá þig í byrjun, Nýbúin að Tómas. tjökka 2 G-full, Hann bara Bodyfull spenntur, hann verður aldrei úti svona seint. Mjög spenntur. Eins og sagði grínistinn Lukas Ísveld. Herðu, Andri. Yes. Hvað þú ert fastagestur og þú var svona að ríða á vaðið. Hvað stóð upp úr árinu? Hvað stendur upp í árinu? Já. Það náttúrulega svona fótbolta megin í þessu, þá þetta geggjaða gengi til að byrja með í meistaraflokki kalla. Það var Það var gaman með það var gaman. Svona maður var farin að láta sig aðeins svona detta hug að fara að dreyma það að maður gæti verið að fylgjast með liðinu fyrir upp í efstu deild. Þannig var það ekki, en tjótt var þetta gaman með það. What a time. Já. Lukas? Já, sko, það sem stóð upp úr var að strákarnir héldu sér uppi, stelpurnar komist í play-offs. Ég held að hafi bara staðið upp úr, bara gekk vel báða megin hjá okkur. Tómas Kárásson? Já, það sem ég myndi segja bara comebackið í körfunni. Fórum frá því að vera neðstir í play-offs. Já, 0-7 með bikar í því hann á 7. sæti. Já, þú telur bikarinn með? Ég tel bikarinn með. Já, það sniðugt. Þetta sérstaklega þarna. Ég mikill bikarmaður, sko. Gleymum kannski að taka það fram í byrjun, Andri, við erum í samstarfi við að flugeldasölu IR. Já. Það ir ir.gullborg-flugeldar.com. Vefverslun. Þetta vefverslun, bara fljótligt og þægilegt. Og hvernig þetta? Er þetta knattspyrnudeildin sem með þetta eða hvernig þessu háttað? Þetta eru bara allar þessar helstu deildir í IR. Þetta Tómas, þetta ég, Lukas og Andri, við sjáum þetta. Handbolti, harpex, körfubolti og fótbolti. Og þú ert að fá, þú getur verið sniðugur og þú getur fengið skotköku hérna á 3 skall, 2 og 5. En svo getur líka verið, eins og ég kýsa að kalla það svolítið svona Glacier Cuts á því og farið í Öræfajökulinn. Takk. Það 63.000, en það kannski fyrir svona bara þessa lengur komna. Það fyrir sér lengur komna. Já, það fyrir. Ég þykist vita að það muni nokkrir svoleiðis dreifast Breiðholtið og nærsettir núna dagana fyrir áramótin. Það bara að fara á einhver Facebook og Instagram síður IR og kynna sér þetta. Þetta ir ir.gullborg-flugeldar.com. Þetta ekki flókið og já, það fer afhending verður núna til 31. og svo
sko verður líka að kaupa flugvöld að tala lengur komna eftir áramót. Gamli, sko 13. hann má ekki gleyma honum þegar kemur á flugvöldaspringi. Það svona meiri hátíð fyrir mér. Já, það er hátíð barnanna, segja svo mér. Já. Tómas Tómas. Nánurítið það á eftir, hann og hans flugvöldasaga. En það er annan til 7. janúar er hægt að fara. Þetta er sko... Tómas, af hverju til 7. janúar? Út af það 13. Rétt. Takk. Hann er ekki Ég átti frábæra kennara. Flott. Einn aðeins situr hér með mér. Það er Andri svo fólk kannski. Já. Það var ekki Sölvi sem var að kenna. Nei. Og hvað þá Lukas? Ég er bara klippari. Hefur kennt honum margt ýmislegt í gegnum tíðina. Kenna hann að sprengja. En við erum samt hérna til þess að komnir til þess að gera upp árið. Þið eru búin að segja svona hvað stóð upp úr svona hvað stóð upp úr hjá okkur írlega. Og við viljum að halda því áfram. Hvað stóð upp á þér, Sölvi? Já, það var náttúrulega bara fótboltinn og svona þetta ótrúlega gengi okkur að spóð fallbaráttu en vorum í staðin í toppbaráttu og svo náttúrulega karvan. Ég er sammálaður Tómas og Andri með það og svo þetta líka að stelpunar hafa við farið í ég kýsa að kalla Final Four þótt þetta sé það fóru að lenda á valsvegnum. En sá valsveggur er lítið fyrir okkur í dag. Það við erum kannski betur til það eftir. Við kannski byrjum á fyrsta tilnefningunni. Ekki bara byrja á leikmanni ársins, Lukas. Jú. Nú veit ég ekkert hvað ég að setja hérna undir. Setjum bara hérna þetta. Skoða. Leikmann ársins. Leikmann ársins, það eru 4 tilnefndir. Hver ætlar að tilkynna þetta? Ég tilkynni þetta, bara, þú veist, þið vitið þetta, en svo svona debatum við þetta, þess vegna erum við einn og hverju deildina. En teka fram að þið þurfa ekkert alltaf að verja ykkar fulltrúa, þótt að hver deild er kannski ekkert endilega með alltaf sinn fulltrúa, þið þekki þetta. Tilnefndir eru sem leikmaður ársins Jacob Falkó, Matthildur Lilja Jónsdóttir, Bergvin Fannar Helgason. Það er mjög illa í mækin Andri þú flautar hann. Halda hann. Varst þetta ekki þú? Nei, þetta var Lukas. Það var sessun öðru minn. Þetta var bara svo vond flaut, ég gerði það. Viltu betra? Það fyrir hver einustu tilnefningu. Hendum í eitt gott flaut í lokin. Síðasta en alls ekki sísta tilnefningin Sara Dögg Hjaltadóttir. Já, þetta var gott flaut. Og þú viljum ekki heyra þetta aftur. En já, Jacob Falkó, Matthildur, Bergvin og Sara. Þú eru 4 sterkir kandidar. Já, það er erfitt að rífast þar á milli. Hver er svona, já, Andri, Lukas, Tómas, hvern viljið þið sjá taka þessa nafnbút? Það er eiginlega bara ein manneski hana sem getur unnið hana, sko. Hver er það, Tómas? Hvað, er bara leyndamál eða? Nei, bara segir sér sjálft. Ég myndi segja hann Jacob Falkó, besti leikmaður í íslenskum körfubolta. Ég meina hann var auðvitað valinn besti leikmaður bónusdeildar karla. Já, þú tekur það ekkert upp á Úr 8. ákvað var ekki 7. sæti. 7. sæti, já. 7. sæti frá því að vera 0-7 einmitt, eins og segir. Lukas, hvað aðilar þarna sem eru tilnefndir voru betur á þessu ári eða eru að banka annarkvort í Jacob Falkó? Ég er á Eða Andri. Ég er á Jacob Falkó vagnum, sko. Já, Andri. Já, þarna skal viðurkenna það að ég fylgdist ekkert rosalega vel með körfuboltanum. Þó maður heyrir náttúrulega að Falkóin hefði Þetta nafn er svona, þetta er í annarri hverju setningu þarna. Já, maður heyrir það og maður sér það á einhverjum tölfræðiskýrslum að það er greinilega toppleikmaður og eins og Tómas segir þá vinnur hann þessi verðlaun sem besti erlendi leikmaður í bónus. Bónusdeildinni, mann aldrei Dominus upp við bónus, sko. En við fyrir mig hina 3, Bergvin Fannar á flott mót, valinn leikmaður ársins í okkur í fótboltanum. Hann er að skora 8 mörk í 19 leikjum og er bara þetta fræga handful sem hann er þegar hann leiði línuna hjá okkur, skorar 1 mark í mjólkurbikarnum líka. Síðan við skoðum hina 2 í handboltanum. Sara Matthildur. Sara náttúrulega búin að eiga glað mót fyrir hlutan. Besti leikmaður Og var náttúrulega bara fárlegt að hún hef ekki verið í þessum 35 manna úrtakshóp í landsliðið sem að einhverja hluta vegna þetta er einhverja hái síðlegasta sem ég heyrst. Var það faglegt? Það var ekki faglegt. Það er einhverja stelpur sem hættir í handbolta eða eitthvað svona voru í þessum hóp. Það er stelpa sem bara er ekki í handbolta og er ekki að æfa en hún er bara þarna að Svo velja Sölva Harald í meistaraflokk. Hún er að setja Nei, ég bara segja þá var það faglegt. Hún er að spila rosalega vel þennan fyrirluta móts
eftir að það svona, kvartnaði staðan svo liðinu fyrir tímabil, það ekki þegar að hún Silvía meiðist eitthvað alvarlega. Hver er staðan á því? Hún er komin til baka aftur, sko. En svo ef við ætlum að taka í einhver ársins endur svona Leikmaður ársins í leikmaður ársins út fyrir kannski það að bara spilur í þá náttúrulega Matthildur hún verið í landsliðinu og hún verður smá svona aðalvarnamaður. Já, hún vinnur sér einn hlutverk í landsliðinu í hérna ekki vinsæl með heitir þetta ekki miðvarðarstaðan í hann þetta þristaparið ekki vinsæl með að dómara í Þýskalandi nei en hún var svo Katrín Tinna sem að er náttúrulega mitt í þristu meðinni í hún gæti náttúrulega líka verið tilnefnd í leikmanni ársins og það verða þarna smá svona hetjur eða við svona ég á svo HM ævintýra því að íslenska handbolti er oft verið svolítið að peppa vörðina og varnarmenn eru svolítið vel séðir sko að þú hörðu vörðina þannig að hún alveg hérna upp þér má svona gefa eitt honorable mention bara svona í þú veist bara svona heldur betur þú veist honorable mention í leikmann ársins veistu með einhverju keiludeildinni eða nei mér finnst spjótkastarinn mér finnst vanta bara í honorable mention listan er náttúrulega í hvaða honorable mention lista í bara fyrir leikmann ársins já ok það má alveg sita BF þarna inn fyrir að vera slá eldgamalt markamett Bjarni Fritz nei Baldur Fritz en Bjarni var með en þú veist ég skilða samt út af gengi liðsins sko við erum að reyna að halda þessu 4 já Baldur var að þess vegna ætla ég bara að ná sjátáti á hann já bara þú veist og við erum með fleiri þarna líka þú veist fleiri úr hérna handboltaliðinu við erum með þú veist maður hefði að geta valið þú veist Bergun fannst mann auðvitað eins og segir vera bestur, markaðistur og alltaf strákunum en það eru fleiri líka sem komið til greina þar ég sett nýja fyrirlegan okkar Ágúst Unnar, Kristján Atli það voru Kristján Atli var flottur Villi veggurinn þinn maður Villi þú veist það eru fleiri þarna og Karvanu þetta með líka sína en ég er allavega landsliðsmaður Dana ég er allavega þar að ég hérna Diego Falco tekur þetta já, bara já, við erum bara saman það er ekki oft sem að við erum að fá leikmenn sem verðlaunaða af deildinni sjálfri nei og líka bara fyrir maður líka þú veist, þetta er alveg það er competition þarna, þú veist, það er alveg ansi góðir erlendi leikmenn í og þess að við veitum það dýrari líka dýrari og við veitum það líka KQI með einhver mynd af IR-merkinu på skrifstofunni sinni það kemur allan verulega óvart þó er síðan næst en Jacob, við erum getur samanlast að Jacob Falco maður ársins leikmaður ársins við getum kannski sett hann er ekki IR-leikmaður ársins eða þú veist, hann er leikmaður ársins bara leikmaður ársins bara, þú veist við erum búin að svona pínu útskýra okkar val hérna við vorum allir sammála Jacob Falco í leikmaður ársins Tómas, aðeins voru þér ég segi bara wow hvað er það við Jacob Falco sem gera hann svona góðan ekki bara innanvallar, heldur líka utanvallar þetta er bara einhver chillaðasti gaur sem þú þekkir hann er mjög hóver mjög já þú veist, ok, ætlar enginn að ræða fílinn í herbygginu hérna við talir akkur hann er góður í körfubolta hann er frá Bandaríkjunum það er bara alltaf bestu leikmennir allstaðar eru frá Bandaríkjunum nema í NBA-deildinni já, nema í NBA-deildinni það er svolítið svoleiðis hann er svo frábær á vellinum hann er bara svo hraður það er bara þegar hann fer að frábær í fótbolta já er ekki Jacob Falcao jú, hann fekk nafni Jacob Falcao í bónustildinni núna já, ok, þannig að Andri ætli það sæna hann léttismennir það var þetta í fyrra það kom einn útlendingur í fyrra veit ekki hvort það meina jú, ekki bara nefna Óskar, hann mætti nú aldrei á æfingu samt nei, en hann þótti mín og ég bent honum að þig einhvern veginn var Óskar Jörgensen komin í samtal við aðalþjálfara knattspyrnuliðsins Léttis hann er komin til Århus aftur já, hann er mættur til Danmerkur óskum honum velfarnar hann er komin í minn heimabæ Århus já, það er hinn heimabær já, ég fættist þar en hörru, ég var að fara í næstu verðlaun Andri jú, gerum það hvað er þá komið að það er komið að þjálfar ársins það er ég ætla að fara það er komið að hljóta mig bara aðra hverja mínútu talað samkeppni Þeps þjálfar ársins ég ætla að fara yfir tilnefningun þau sem eru tilnefnd Jóhann Birnir Guðmundsson gerðu þetta frábælega með meistaraloka kalla í knattspyrnu núna eða fótbolta í sumar og vetur líka við vorum í undanúrslit Lengjubikarsins töpum þar úti öllum átti Valsmönnum voru undar aðeins fjölmennar í stúkunni minni mig já, aðeins fjölmennar á vellinu nei, fámennar já, fjölmennar, já, við þeir fengur eitt
Ömurlegur Kristinsson í markinu. Já, ömurlegur Kristins. Ömurlegur Kristins í Það er markinu. bannað að kýla. Við erum ekki í boxi. Borse Ilieski Sansa og við förum að Dansa. vel að þessu komin Borðurítós með salsa. Gretar Áki það þarf ekki að eiga orðum í það einhvern veginn búin að teka við lyklunum frá Sollu þú veist svona Kengirinn. stýrir vegferðinni áfram og er svona að skrifa söguna í rólegutunum Já. þetta Arnar Freyr með honum en hann er auðvitað bara í auka hlutverki þarna þannig að við skulum ekki vera að gefa honum einhverja afslætti þarna og svo var það þinn maður sem er tilnefndur líka Andri bara vegna fjölda vinsælda á netinu það er hann César Ari Já, ég getur rauninni sagt Aðeins frá þér. að þetta er eini þjálfarinn hann það væri náttúrulega til að hengja nafn Róbert Elís þarna Já, þetta er saman með Arnar, við erum að gefa honum engan Þetta er náttúrulega eini þjálfarinn á þessum lista sem er með 100% sigurhlutfall sem er aðalþjálfari á ferlinu Jói Bors Nei, já, það er rétt hjá þér þau eru ekki með Þannig að það gæti talað En þetta er þarna þetta meinum hundrygguð aðstöðamönnum í létti sem að tók Og það var frétt við stjórnartöfunum þegar ég var í útlandum og það var frétt skrifuð þann leik á primetimeoffootball.net reyndar ekki César hann fekk þarna eitthvað með mention reyndar En hann var heilinn maður fekk að heyra það, hann var svona í klefanum að tuska munum til Þessi frábæri leikur á móti hverjum maður? Ég man bara að ég var upp í stúkubrjálaður. KM. Já, við vorum hann uppi hérna líka Já, það var hérna, við vorum upp á gámnum Þegar voru 40 menn í bóðvagnum hann í KM. Það er svo mjög Það er alveg 39 og mikið sko. Það er bara einn maður í bóðum. Það má bara eitt standa Þess vegna er Andri alltaf sitjandi og leyfir Simma að standa. Andri segir Simma hvað hann á að segja. Lukas Ég er þetta standandi þjálfari Þetta er the coach mentality. Lukas, Jón Birnir, Borsa Gretar Áki og César Ari Hvernig ert þú að bakka þarna upp? Ég sterkar grunna þessi þinn maður Sko Hann náttúrulega sko og menn geta sagt hann var hérna hann var bara búinn að aðalþjálfari í hálft ár en þú veist til þess að gefa hann það hann var náttúrulega bara hefur náttúrulega bara verið í þessu hann var náttúrulega bara aðstoðarþjálfari fyrir hluta árs og hann er náttúrulega bara að halda áfram því sem hann er að gera Já, ég ætlaði ekki að gefa hann það Nei Því miður, elsku Gretar sem er að fara að verða Íslandsmeistari en hérna ég ætlaði að gefa mitt sjátt á eina þjálfarann sem að fór í playoffs á þessum lista Gretar Áki? Nei, hann já, það er náttúrulega eini bara þjálfarinn aðstoðarþjálfari já Ég ætla að gefa einu þjálfarannum sem fór í playoffs mitt út Borsi Ilieski Sansa Yes Andri Magnús Já, það er náttúrulega erfitt að horfa fram í honum Alltaf við lítum á tímabili fyrra Þannig tekum við liðinni á erfum stað eftir að heldur betur eins og Tómas sagði 0-7, eða ekki? með byggar Eftir að Ónefndi þjálfari Eftir að ónefndi þjálfari stökk frá borði Tómas á mjög erfitt með það að reyna að vera eitthvað að skjóta eins á sinn góða vinn og mentor Ísak Víum hérna sem að við ætlum ekki að vera að skjóta eitthvað niður hérna Frábær manneskja þó er svo rosalega fyndið að gera Frábær manneskja og er frábær þjálfari í Austurríkinu eins og Borsi er það bara snýr skemi við og þetta var svolítið virkaði svolítið dauðadæmt á þessum dimma öldudal en kom okkur í playoffs og hörkurum við stjörnuna já sem að yrðu Íslandsmeistarar passar Íslandsmeistarar Já, Jói náttúrulega saman við talaðum í byrjun að við náttúrulega áttum þetta rosalega raun við töpum ekki fyrir hvað í var ekki verið tablusir í fyrirumfyrinni Var ekki 11 töpum síðan 12 leika Ég held að voru 12 leikir Töpum út í HK og heimaðli Ég held að voru 12 leikir og þetta var bara svona unbelievable raun þar sem að sama hvað Jói gerði við byrjunlið eða skiptingar sama hvað maður efaðist endilega að það var að fara að virka það einhvern veginn small allt og kom í ljós að bara Jóhann Birnir Guðmundsson veit miklu meira fótbolta heldur en til dæmis ég Já, og líka bara svona meira sem förum í og eftir Það var alltaf maður bara svona, hvað er pælingar baka þetta Svo bara stótt gekk það Já, þetta, já Gretar, náttúrulega, eins og segi var aðstofþjálfari kvennamenni fyrir það var náttúrulega bara gott fyrir félagið að hann hafi ákveðið að koma yfir til hann náttúrulega búin að vera síðust yngri flokka þjálfari í öðrum félögum
fær svo sjensinn sem aðþjálfari eftir að Sola hættir hann og Arnar takit saman og þeir eru Nánurði þá eftir hann mér minnir hann sé 98 model það ekki? Gretar Já. Ok Andersen hann alltaf þetta ekki, eins og segja, þetta fyrsta aðalþjálfari Giggjans meistaraflokki Þetta ung þjálfari þetta ung þjálfari teymi og hann bara það búið að ganga 96. Það 96 hann svona gamall Jafnandari þinn Hann svona gammal já og það hann hann 96 og það bara búið að ganga fárlega vel maður bara búið að sjá leikmenn úr liðinu fá eitthvað recognition við erum með tvær landsliðskonur Soon to be landsliðskempur já og við erum með þarna aðra sem hefði algjörlega átt heima í landsliðinu og þetta er bara búið að ganga vel það er búin smá hyggst fyrstu leikunum eftir HM en ég er bara mjög spenntur að sjá framhaldið á þessu þannig allir bara spennandi lið og það er ekkert það er ekkert auðvelt mál að alltaf vera einhver titilbaráttu með þetta valslið þetta eru Evrópumeistarar Já, bara á Íslandsmeistarar til marga fjölda ára Já, þannig að þetta En reyndar, voru ekki framarar í fyrra? Íslandsmeistarar Þeir eru Íslandsmeistarar að kalla megin Ekki kalla menn, nei hvernig menn segi Nei. Valsarður Valstelpun eru bara Það er að tapa leik í 4 ár Og síðan Gerðu hann reynda núna fyrir HM-pásuna Síðan að það er Cesar Ari þessi fjóruði hann er 100% eins og menn kalla hann Mr. 100% Þetta er Mr. Invincible hann hefur aldrei tapað leik sem aðalþjálfari og Ekki Invincible, hann er bara búin að vinna Já, hann er Og Invincible, er svona jafntefli, hann var 13 jafntefli er að vera skólaði til í þjálfunarfræðinum á Luka Kostic núna í 5. flokki í Kalla það er skóli þannig að það er bara og við erum að tala að Gretar er ungu maður 1996 og Cesar fætti 2009 þannig að þetta er bara spennandi En frábæri yfirferð En hver svona þínum að þið stendur upp í þarna eins og segi, það er mjög erfitt að líta fram hjá Borsi Tómas, aðeins og þess Já, bara svo ég sé ekki í körfuboltarungi allan þáttinn þá ætla ég að segja jó í fótboltanum bara leiði mér að dreyma En þjálfari ársins er Borsi Ljaski Sansa Förum að dansa Takk Þetta var mjög gott Nú, úr stúkunni Við erum nefnilega með stúku hérna það er mammans Tómasar Mammas Tómasar hún er hérna bak við pílu Píluspjaldið hún er á bílupjaldinu Næstu velun sem við erum að fara í Jeps. Það er moment eða eins og segjum á íslensku frekar atvik eða augnablik ársins Augnablik ársins Er það ekki atvik? Ég sé augnablik Já, ég líka það svona Ég ætla ekki að segja þessi fallegra út á dollu en Það er meira hot á góðri ensku augnablik ársins Jacob Falco semur aftur við IR Það var náttúrulega one hell of a moment þegar besti útlendingur deildarinnar Ég heldur tryggð við IR Það er ekki oft sem það gerist að svona góðu leik Við sjáum dæmi það að Remi Martin Hann fer út og hann sem þetta komin aftur en, Hann fór ekkert út, hann var bara middur í 2 ár Já, ég meina hann fer svo á endanum út Ég held að hann var mjög lengi á Íslandi reynda Hann fer síðan út Takk, Tómas Kevin Capers Ef við tökum IR dæmi Og einhvern góðan Þetta er IR hraðarspið Já, ég er að segja það Hvað gerir Kevin Capers eftir 1 gott tímabil mér? Hann fer út Hann fer út Jacob Falco, hann heldur sér í Íslandi Heima best Flautumark Jökuls gegn, já Þór Akureyri í bikarnum Lukas Þakklætt er mér eftir í huga Kunum við líka færa það í hvað gerði svo eftir Leifur okkur að dreyma Hvað Jökull tjáði sig í viðtal eftir þann leik Við fyrir maður betur í þá eftir Með Bjarna, Final Four secured í Harpuxinu, Lukas Það var líka þegar loka flautið skall á eða loka bösserinn Segjum það ekki frekar 59-55 Takk Og svo Tómas Seljaskóli Homecoming Þótt að leikurinn hafi tapast en bara dagurinn hann bara snýrist Seljaskóli Já, bara vikan Já, vikan Árið kannski mögulega líka Þá maður vita það núna á eftir Tómas, við byrjum núna á þér Moment ársins Augnablik ársins Sko
ég kem inn í körfuboltan kringum 2018. Hann eiginlega bara fyrsta sem ég sé við í rosalegu playoffsvenni og hvar var það? Í Seljaskóla. Þannig að bara Það einu sem getur genið þér. að fá að vera á bekknum og fá leik í Seljaskóla, þetta er bara draumur. Lukas, moment augnablik ásins. Jökull Blöndal. Já, ég held að það sé ekki spurning á þér að velja það. Og eins og Tómas að velja Seljaskóla, Andri Magnús. Já, Ekki til fótboltanum þarna en það var líka erfitt að velja þetta. Það er erfitt að velja þetta. Þú veist, ef við myndum líta á fótboltan þá er Og augnablik, svo fólk takir það er ekki heill leikur. Það er meira svona Já, ok, ég ætla nefnilega Já, við förum í leik ársins og eftir. Ég ætla að nefna það á 5-1 sigur á augnablik í bikarnum. Já, það var svona augnablik ársins. Augnablik. Já, Bætum því við, ég var aðeins að miskilja. Góður. Nei, þarna Halldór Atli sænar frá augnablik. Ég er náttúrulega, þú veist, eins og ég held ég við hefum rætt hérna áður í hlaðvarpinu þegar ég kom hérna bæði og Ármann Dalmsson í fyrra og þegar að ég og sá stóri Þorsteinn Tjörvi höfum verið að mæta þá er það erfitt að líta fram hjá Leiknissigurum. Já. Og það er þegar að Óðinn Bjarka maður 34 marka þarna þegar hann skoraði vinnirinn á hvað var þetta? 1600 manna leik? Já. 16.000 og 2100 manna leikur. Það er alveg erfitt að líta fram hjá því öllu saman. Það var eitthvað skemmtilegt í gangi þar eða ekki? Jú, það var eitthvað rakari og eitthvað, já. Gust Hets. Já. Þannig að þú veist, það er erfitt að líta fram með því svona fótbolta megin þegar við höfum að taka Já, en hvað svona viljum við taka neikvæð moment ársins líka Nei. viljum við vera bara jolly eða augnablik ársins, það er að vera jákvætt. Það er eitt hérna sem að Þú ert samt að fara í neikvætt ársins. Nei, ég ætla að vera jákvætt eitthvað svona sem að stóð upp sem mjög stórt sem að mætti vera þannig það er kannski að Lukas hjálpa mér í þessu af því ég var að muna eftir þessu þegar að stelpunar eru playoffs í fyrra. Já. Það er enda á að komast í undanúrslit á móti Val. Já. Ég var að tala þegar að hún Anna skorar á 59-59. Við bætum því inn í tilnefningarnar. Það skora, það er á Selfossi þá tryggjaði sig áfram, eða ekki? Jú. Í alvöru senum. Í alvöru senum. Já, gáttu senum með orðið eitthvað meiri senur. Það var moment. Já. Og það var gott að hafa Arnar Freyr Guðmunds við hliðina á dómarunum því að hann fór og sagði dómarunum hvar momenti gerist. Hann sagði, strákar, Anna sett hann inn í 59-59, þið spóluðu bara þangað. Spóluðu þangað og það var rétt. Það er líka skemmtilegt að það er tvö moment úr þessari seríu sem að ég myndi vilja nefna. Það er þessi alveg last minute series winner og skemmtilegt að sama kvöld var svo léttis æfing þar sem að Snorri Gunnarsson leikmaður réttis og vinnið þeim hann var veikur sendi mér skilabók sagðist vera veikur, komst ekki á æfinguna. Var hann sem sagt má ég gíska, var hann feikur? Svo sá ég bara á Instagram síðu í handbolta vídeo úr stúkunni að trella svo æðrasta fögniði og hver stendur þar á fremsta bekk Snorri Gunnarsson, sá veiki Snorri Gunnarsson, Gleisi Kötts ég er gaman að því ég er gaman að því Fengum að kynnast því seinasta í hlaðarsætti Lukas, hann er svolítið veikur hann var ekki nógu hress til þess að mæta niður í skóðsólæfingu en hann var nógu hress til að fara á Selfoss. Þetta var svona moment fyrir andra eins og margir vinir að segja hann er oft kallaður AP en í þessu momenti var hann kallaður EP, Erfiður Pálsson. Annar moment sem að ræða þá var í leikið þessari seríu í skóðsölinu þegar það er liggur svolítið á í liðinu og Selfoss á víti og inn á trítlar vinkona litlusystur minnar sem er Natalía Nótt sem er 2009 markmaður gerir sér lítið fyrir að vera víti bara með 8 myndir eftir eða við erum undir og bara ólisveldin. Já, bara í ólisteldinni bara í playoffs, trítlar hann inn ver víti, kemur einhvern veginn stemmingun í gang, comeback við vinnum seríuna, það var líka moment en þetta er erfitt að horfa fram hjá með þessu blessaða buzzer marki hérna á Selfossi hann er Lukas búinn að finna upp þetta fer kannski á miðlana þetta fer á miðlana
En ég get sagt að hann var veikur. Hann var búinn að fara í 10 blóðprufur saman dag. Já, jú. Ekki fyrsta skipti sem hann gerir það. En það já, þetta svona mitt input í þetta. Mér finnst rosalega leiðilegt að missa af Seljaskóla aftur þegar ég byrjaði að mæta almennilega á körfuboltaleiki hérna í svipum tíma og Tómas að tala og náttúrulega kann rosalega vel við Seljaskólan. En þannig að það hefur verið fallegt að vera þar. Já. En hvað svona moment ársins þegar þú svona rewindar yfir árið, spóla tilbaka? Ég verð að segja Óðinn til leikni, en það ekki á þessum topp 4. Hvað þá í þínu? Í mínu topp 4, af þessum topp 4 hérna? Já. Á ég ekki bakka þig upp? Ég vil taka Yellow Blue eða? Takk. Tómas Kárason. Já, þú búin að Já, segja ég bara Seljaskóli, sko. Það ekki að teka... Ég talaði svo lengi og gleymdir að Já, ég var að fara að segja það. Þú tekur alltaf góða yfirferð. Helviti góða yfirferð. Það var einhver að sjá að halda stefnunni, sko. Já. Og augnablik ársins Jökull. Takk. Markið þess á móti Þórsöfum. Já, það er alltaf í lagi að standa upp og klappa, já. Stóðum allir upp þarna. Það sé alltaf í lagi og svo setjastu niður. Alltaf í lagi að gefa sér tíma í það. Aðeins frá þér, Lukas. Hæ? Aðeins frá þér. Aðeins frá mér? Já. Þú varst á leiknum með það? Ég var að lýsa þessum leik. Þú varst að lýsa þessum leik? Þú varst alltaf... Var ekki Ríkisútvarpið með byggarinn? Glacier TV, allir innum Þetta var Glacier TV. Sponsor á Glacier Guts og Studio 109 og Glacier Hair Products. Fyrir fjölskylduna. Ég var að lýsa þessu fyrir fjölskylduna. En þetta var tekið upp á myndavel, ekki spídíó, eða ekki? Þú veist, það kom kamera á hennan handboltaleik. Jú, Rúf, þetta er tekið upp á myndavel, jú. En þetta var samt ekki þetta var í handboltapassanum, en þetta var á alvöru myndavel og ég var að lýsa. Það líst mér vel á. Heyrðu, við ætlum að stökkva yfir í að því að við ætlum svona að tengja þetta pínu saman. Ummæli ársins 2025 í hlaðarpinu og við förum yfir tilnefningarnar þar. Fyrstu ummæli ársins sem er tilnefnd sko ekki hafa eitthvað lag undir hérna, ekki bara vera með þetta hérna, góða írlæði með hljómsveitinni Ég. Heyrðu, ummæli ársins, fyrstu, Jökull í viðtali eftir leik á móti Þór sem vorum að ræða hérna og við förum aðeins nánar í það hvað hann sagði. En hann fólk viti nákvæmlega hvað gerist. Staðan var jöfn. Já. Og IR á lokasókn. Bjarni Fritz tekur leikli, segir ummæli við Jökull. Jökull hlýði þeim 59-55 hoppar hann upp, skítur boltanum og Rúf tekur hann í viðtal og þá gerist þetta. Sko, hérna aukaspinnan. Jökull kemur inn á auka kastið. Sko, þetta fer í vegginn, eða ekki? Tjóðs gómur ertu. Nei, þetta fer aldrei í vegg. Þetta fer ekki í vegginn. Jú. Nei. Þetta horfa á þetta, sko. Þetta fór í vegginn. Nei. Sölvi, ég hef séð þetta vídeo 1000 Það ok, allavega, hlustum á sem að segja. Bjarni þjálfarinn sem er bara að fara inn og bara negla marki og skora. Og ég bara gerði það. Þannig, já, skoraði. Bjarni þjálfarinn. Það er alltaf gaman að fá þessa handboltastráka í viðtöl eftir svona leiki á Rúf. Þeir eru bara svo heiðarlegir. Já, sko, við ætluðum við fórum aðeins yfir það líka. Bernhard náttúrulega vann þessi verðlaun fyrir árið síðan. Fyrir tímamóta viðtal eftir bikarleika móti Stjörnunni. Þannig að það er spennandi hvort að Jökull nái að halda titlinu minjan meistarlokks kalla í handbolta. Bauðið Jökull og hann fjölskylda afsökunar, þetta er alveg rétt við þetta fór ekkert í vegginn. Talandi Bernhard, einn maður sem átti svolítið áhrif á viðtali við Bernhard og þann leik, Sigurður Breiðfjörð. Ég er kannast. En Sigurður Breiðfjörð, hann átti samt svo sannarlega einum á ummælum. Ég veit ekki hvort þetta heyrist, en við ætlum að reyna að spila þetta. Hann er sem sagt að kynna inn Christopher Acox og hann segir hvað, Lukas? Christopher Acox. Já, hann var ekki að bæta nefnum hreim inn í þetta, hann bara sagði þetta eins og hann sá það. Þetta var væntanlega gert til þess að koma andstæðinum úr jafnvægi.
Hann náði því í smá stund þarna. Það eða hann Smástund, já. kemst bara ekki í gegnum mennskupróf. Hann endar fekk Frank Aron Búker að velli í bikarleiknum á undan og gaf hann 15.000 króna sekt fyrir vikið. Típan til þess að segja Hann á báða tæknir. Frank Aron Böcker. Bokker. Frank Aron Böcker. Herðu, Mér næsta finnst þessi sekt að fara til hans. næsta tilnæming fyrir ummæli ársins þessi ummæli hér. Ég vil lakkaði til að mæta átna guðuna maður. Eva, já. Já, það bara, ég hef sjaldan verið jafn spenntur að pakka honum saman vonandi. Já, það var Bergur Fannar Helgason sem átti leik þar í vikunni eftir að móti átna fylki og þá þjálfara fylkisátningu fyrir Gunnar sinn og hann var spenntur að mæta honum pakkunum saman sem hún gerði Andri. Já, þetta var náttúrulega eftir heimaleikir mútið Grindavík 6-1 sigur í Hann var búinn að setja, júní. hvað setjar áttu mörg í þeim? Hann var búinn að setja Já, hann 3. setja 3. Þannig að sko, það þarf ekki mikið til þess að Beggi sér hátt uppi og þetta En mjög það er hann hávaxinn maður. Hávaxinn maður. Það er Og sjálfstæðisum tannlæknir gæja líka. og vottur á hróka Það vantar ekki. og það er oft verið að tala um svona media training. PR. Já, og þú veist Það er eitthvað sem fer að vanta inn í bráðum. Já. Þeir eru ráðastan og Begga og hérna. Beggi var Nei, annars væri þessi liður ekki til. Beggi var ekkert að pæla í því að hann væri einhverju viðtali eða eitthvað, hann alltaf ekkert að fara, já, það er bara spennandi að fá að keppa mútið átna og við ætlum að byrja verið fyrir honum og hann störfum fyrir félagi ég get ekki betra að pakka honum saman. Herðu, næstu ummæli ársins talandi um PR training. Borsi Lífeski eftir áltanesleikin Tómas. Hann fekk ekki mikið Borsi, PR training í Makedóníu, sko. fann ekki þennan leik en fann ekki þetta viðtala. Þetta til í að leika þetta fyrir okkur. Hvað fannst þér ég maðurinn sem tekur viðtölu og þú ert Borsi, Tómas. Hvað fannst þér hann leik, Borsi? Að hann sagði bara svona mjög erfitt að matcha upp á móti þeim. Þeir eru náttúrulega með mjög expensive lið. Sagði það samt ekki bara expensive lið bara strax? Nei, hann sagði Já, it's really hann hard tók to svona match smá- up against these Já. guys, you know, they're a They're really really expensive expensive team, you know. Really expensive team, you know. Það er eins og við segjum, það er bara einn Borsi Sansa. Og svo bætt ég við einum ummælum líka, Tómas, þegar bílasælinn á Körbóltakvöld, hann vildi reka Jacob Falco eftir hvað 3 umferðir núna Næsti liður. bílasælinn Og það galinn ummæli svo. Heyrðu. vildi reka Jacob Falco eftir einn slagan leik. Þetta var ekki Þá bara við rök. unnum. Við unnum held ég. Nei, þetta var Nei, við ekki tvö- leikur sem unnur, þetta var Tindastóll, já. Já, 4., 3. eitthvað. Það var bara reka hann. Það var bara reka hann. Bestu leikmaður í fyrir, þetta var rekan. Er þetta gæði með gleruguna? Já, bílasælinn. Já, ég veist, það er Nei, þetta var ekki hann, þetta var ekki hann. Jú, Þetta var Jonni. Já, hann er ekki með gleru. Hann er með gliru. Hann er með Nei. gleru. Jú. Hæ? Já, Jæja. alltaf með eitthvað svona, eða samt svona leikþáttur. En að Andri, Það er samt bara einn bílasali í mínum augum. það er Steinar Þór Guðmundsson. Það segir Þór Guðmundsson. Talandi um Steinar og þig, Lukas, þú kannski byrjar aðeins, ummæli ársins. Sko ég eiginlega mér langar að gefa Jökli þetta en hjartaði mér segir að verður þið að fá þetta út. Líka bara því að hann pakkaði hann Já, maxið af því að saman. hann pakkaði hann saman. Þú veist, Stóð Jökull við stóru orðin. Þú veist, Jökull stóð við stóru orðin fyrir hann Bjarna, þjálfaran, en Hann sagði bara að koma inn og Já, sko, en- mögulega, þú veist, mögulega höfðu þetta að breyta þessu. Að ummæli ársins væri ummælin hans Bjarna. Já. Þú veist, bara að Bjarni sjálfur sem En- baða hann um þetta. en Beggi bara fekk pressu og það voru ummæli og þú veist, og það voru einhverja fréttir, bara eitthvað svona þetta viðtal og eitthvað. Hart. Það var líka enginn að biðja Begga að segja þetta. Og hver tók viðtalið við hann? Guilty. Varst það þú? Guilty. Já. Hann sá kannski ekki myndaðar, hann var bara Hann spjallaði. held að þetta væri bara Þetta var bara spjall. Hann held að þetta væri Næsta samtal við spurning. íhjörlátt. Sölvi var með metaglasses og spjallar hann. Þetta, sko hérna verði ég að vera Það var sönnun að ég tók þetta viðtal. Ég var að spila. með kröfur, sko. Þetta verður að vera Bergur Fannar, sko. Tómas, hvað segir þú? Já, ég tek þetta. Já, Bergun Fannar gegn líka að standa upp og Takk. Svo takk fyrir mig. við fyrir mig þá eftir. Bergun Fannar Helgason, til hamingju þú vannst ummæli ársins í Írhlaðarpyrju. Fría klipping og Glacier Cuts. Já, far ársbyrðir af Glacier Cuts. Þú getur sótt þetta, þú átti bíl inni á Autocenter og síðan er bodyfuel þetta sem þú getur sótt og eitthvað. Frían bíl frá netbifræðsölunni sem má fara frítt í bílasprautun hjá Autocenter.
fría málingu á Marko, ársbyrðir af Bodyfuel og Fara að chilla með Andra og eitthvað Vá. frí dönsku kennsla hjá Andra. Takk. og helfuðu maður. Herðu, Vaskimaskínu maður. leikur ársins, strákar. Já, Talaðum að pakka saman Fylkir IR 4. júlí 2025. Tech-völlurinn, Andri. já. Er heimurinn am staðarna? Já, þú varst ekki þar. Ég horfði á fyrri hálfleik í þessum leik á Kastrup flugvöldi í Köpen Alveg rétt, já. og ég þakka fyrir Wi-Fi í Icelandair-vélum. Og hlutlausa lýsingu endilega. Ég horfði á álæfi, sá seinni hálfleikin í hálofturum og þetta leit ekkert rosalega vel út þessi leikur til að byrja með. Þú horfður að setna hálfleikin í flugvölinni. Já, Það var ekki smá svona ójafnvegi í flugvölinni þegar þú varst að fagna og þú bara lemja í næsta sæti og... ég var sentilmaður og náðu að halda róminni. Ég myndi mér svona ráfandi vélina með síman hérna. Það náttúrulega Emil Ásmunds, Já, góðvinur þáttarins. Gott mark. Hann kemur náttúrulega Fylki yfir í þessum leik og bara búinn að vera bara besti bara leikmaður Fylkis í fyrra. unplayable í þessum leik. Já. Fer út af þá Nei, hann fer út af eftir okkar mark. Eftir, já Það bara í kick-offi. Já. Skrítið sko En við komum tilbaka, Kannski ástæðan fyrir vinnum hennar leik 2-1, það er það ekki, það var svo pixlað hjá mér, var þetta ekki Bergvin Fannar og Víti? Jú. Jú, Það var þetta svona pixla. þetta var svolítið pixlað. Og síðan Eða kannski var ég bara tárin í augunum við gott að falla þetta allt saman. Og síðan var Ragnar Bragi að Já. reyna að gangi í augun á Dana White með eitthvað í UFC Já, það var MMA töktum hana Theodor Ingi Óskarsson, jafnaldur í Tómasar hérna, hann vissi ekki alveg hvað hann var, hvað sko, hvað scenario hann var að byrja þarna þegar hann svaraði Jóa eða Guðjónum eða eitthvað. Já, þegar hann var brjálaður yfir að Hrafn var að fara á axla. Já, þegar að öxlin á Hrafn var komin í punghæð það var brjálaður yfir að hann væri að hlaupa út af. Ef svo fór boltinn út af og dómarinn leyfði Fylki ekki að taka innkastið, þá var Theodor ekki sáttur, en allavega. Já, ég get alveg sagt þér það var mjög erfitt að fylgjast með þessari atburðarás í hálftunum í pixluðu live útsendingunum minni. Ógrátandi pixluðu grátandi. En Það var hræðileg flugferð. það sem að ég sá var það að leikmaður Gróttu, Ívan Óli Santos, fekk rautt spjald. Takk. Vá, það var mjög gaman í Sem að ég magna því að ég var var að spila um til Fylki. En eftir honum joggaði Átni Freyr Guðnason. Þetta voru ákveðnar senur. En þeir voru ekki einu sem voru að labba hann út. En ég get ímyndað mér að það hefði verið helvíti stemming hvað er þetta? Flórdana-völlurinn? Tech-völlurinn? Tech. Lautinni. Lautinni. En ég get ímyndað, en það var, maður sá myndir úr stúkunni að það var... Það var bæði gaman að vera í stúkunni eða það var líka gaman að vera að Ég get sagt þér, ég var í stúkunni. Allt breiðholtið var í stúkunni. Ég var í stúkunni. Það var geðvíkt. Það var líka mjög gaman á bekknum, ég skal viðurkenna það. Það var ástæða fyrir að Mós bar var opinn lengur þetta kvöld. Hvernig var opnir hún á Blásteini? Það var loka snemma. Loka fyrr. En við höldum áfram, vorum við búin að fara yfir einn leik. Þarf eitthvað að fara yfir fleiri leiki? Valur IR. Það er reyndari áfyrir. Förum á toppinn inn í pásuna, þessi valsveggur. Þetta meiri bara svona, Gretar Áki, valsgólf. Arnar Freyr, Gustmundsen. Þeir skákuðu, hlýðarendan hann var. Þetta var náttúrulega því að við byrjum mjög sterkt í þessum leik. Þeir fóru til fasteignafélagsins og kynntu þeim fyrir leigumarkanum og pakkuðu þeim saman. En valskonurnar, þær komið tilbaka og þetta var allt í játnum. Valskonur skora og jafna leikinn þegar eru 15 sekundur eftir. Þýja í manni og fær síðan rautt. Fær svo boltan í sig þegar það kast á miðunni og fyrst verð ég að segja að úr sjónvarpsútsendingunni þá virtist ekkert hafa gerst og ég skildi ekki og virtist boltina bara hafa farið í minn með matt held ég hún hafði bara ekki náða að grípa en svo maður horfði aftur á þetta þá kom ég ljós að boltin fer í öxlina á þýju þannig að samkvæmt handboltareglunum sem að meika ekkert alltaf endilega sens en þá allir þetta var á einhver tímamörk og þetta undir lok leiksins þá var þetta bara víti og rautt
Já, var það svo Nei, það er hérna Ramat Stómara Það er vinsælt. Svona sirka Sko, Það er vinsælt. þetta gerist svo sjaldan en ég er vonandi ekki að fara með náttmál en þú mátt aldrei fara í hringin Ég segi bara að þetta er brotið. Já, þetta er alltaf brottvísun. Já. En þá allavega endar þetta á því að Það er við Patti, komumst yfir. Það er harðari dómgæsla og þú standir inn í teig þegar, nei, þú standir inn í hringnum þegar miðan er tekin en þegar þú skýtur í andlitið á markmanni í viti. Alltaf er þetta En og svo er það svo magnað að við komumst yfir Takk. en það er ennþá nokkur sekundur eftir og þær spila sig í ágætt færi blessunarlega klúraði Sif, takk. og Þetta var bara það eru bara partí jól Það voru 20 sekundur, já En hérna Næst Þetta var leikur svona svo kallað helvíti á jörð fyrir Vals. og ég mæli með að ef einhvern er að finna upptökur af þessu að það er að fylgjast með viðbröðum Arnars Freys og Greta Sáka Það er svo fallegt þeir moment. eru Já, við þurfum að setja það á ekki miðlana. almennilega hvernig þeir eiga að haga sér Þetta er svo eftir fallegt. þetta er svona þeir fallast í faðma án þess að einhvern veginn vera tilbúinir í það og hérna Og Gretar samt brjálaður já, að þetta er lemmi í bakið á Arnari. svo er þetta einhvern veginn svona þeir vita að þeir einhvern veginn það var eitthvað dúbjus við þetta og ég hóla á þetta og það var valslýsing og En þurfum við ekki hérna þeir farið sína ekki slettar af dómgæslu þessa leiks en það var ekki Það eru fyrstu 2 leikirnir sem eru með eins og við segjum hlutlösa lýsingu í IR Fylkir og Fylkir IR og Valur IR með hlutlösa lýsingu dómgæslu sko, vita íringar almennt hvað er í gangi hann í toppnum í efstu deild búin að vinna Val þurfum við ekki að fara að fylla þetta hús Það þarf að fara að fylla þetta. Já Það þarf að fara að fylla þetta. Já, ég er að segja það svona smá wake up call á íringar allavega Þetta er svona, þú veist, bara, come on. En hver Fylla húsið. er næst leikur? Hann er í janúar. Hann í janúar, já, við kynnum hann fljóðlega Taldum fullt hús 2500 manna leikurinn 25 manna Íþróttafélag Reykjavíkur gegn Íþróttafélaginu Leikni meistarlók kalla í fótbolta Ég held að það sé líka eina við leiðin þess að mæta Leikni er í ekki nefnum þá þurfa það að skrási í byggarinn í körfu Þetta er eitt af seinustu skiptunum sem það gerist sem einhver fer fram. þetta var náttúrulega fílit húlumhæ eins og við fórum aðeins yfir þarna áðan en þetta er Glacier Cuts, Gustats við erum að tala um þarna partítjald, allt í gangi og við erum að tala um Jóngnar áhorfanda með Sævar Atli var þarna. Já, já við erum Hann að var tala þarna. við erum að tala um Hann er í áhorfanda yngur í með. dag, vissu þið það? Bomban, já. hann alltaf æði handbóttum í Nei, já, en vissu þið ekki Hann er tengd á svona rýjar hann er komin bara inn í stæðstu ír fjölskyldu í Breiðholti. Já. Hann ég er veit tengd á svona rýjar Já, já. en við erum að tala um þarna að samkvæmt KSÍ eru 1050 áhorfundur á átósendarvellinum og þarna er vantalið um svona cirka 750 manns Er það ekki bara því að það er Ég held að hann eftirlitsmaðurinn fór bara inn í partítjaldið og taldi bara fólki það Hann hafi ekki verið úti Já, ég veit En við erum að tala hann um var í það- klippingu. Já, hann fór í klipp, alveg Hann var í rétt klippingu og var í tatú. Þú varst að lesa stílabókin hans sem Já. var í klippingu en við erum að tala um Skulum ekki þarna nefna hvað var í 16. mínútu hotspilna Óðinn Bjarkarsson Ég var að leika fyrir fólk sem- skallar boltan í netið og Fimmleika við maður siglum inn í draumaland Mósvellingur í dag 1-0 sigur Já, og það braust út Já, það braust út gleði þetta var ekki leiðilegt sko Nei, Nei. og svo senst leikurinn Tómas IR-Káar Er þetta ekki Já, Colin Pryor leikurinn fræði þegar við svona svo gott sem triðum sætið okkur í play-offs Ég er bara Hvað, það var 90 Það var 96 96, 95 95-96 fyrir okkur Nei, sko Er þetta ég IR, að tala- er þetta IR-KR eða KR-IR? Nei, ég er að tala bara Já, þegar þetta er ekki þegar að þarna var verið að bara spila í fyrsta skipti á bókasafni í Vesturbænum. Nei, ok. sko, þetta er hérna þetta er í mars Nei, þetta er sko, þegar það var svona 1,5 eftir þá vorum við að tapa með svona 4 eða 5 5 öruglega Já. Þetta er hérna þegar við fáum end one við klúðurum vítinu Óskar Jörgensen Sarko Júk, þetta var eitthvað við náðum einhvern 5 sóknarfrókastum og víti í 4 leik Eitthvað Óskar Jörgensen tók sitt eigið sko, Það var fyrr, ég held að það hafi verið Nei, það var byrjunin á kompakinu Það var byrjunin á kompakinu Þetta var Mate Káa Tómas, startu bara á þínu ekki láta hann vaða yfir Ég er ekki að segja það sem ég held 90% viss að þetta var Mate Káa Ég er að skjóta víti Sarko Júk í svona sóknarfrókastinu
Já, það var þannig. Og gefur hann á Jacob Falco sem gefur hann á Colin Pryor sem skor úr layupi. Já, en það seinasta karvan. Já, ég er að tala um hana sko. Ég er að tala um þess að byrjaði kompakið aðeins fyrr og undan. Þá tók Óskar Jörgensen sitt eigið sóknarfrákast og úr því fékk Mate Kavas vítið. Allavega. Fylkir IR, Valur IR, IR Leiknir, IR KR. Lukas Ísveld Kolbrúnarsson, eða ekki? Jú, takk. Já. Ég er mitt fót fyrir á Þetta eru hörkuleikir. Fylkir IR. Fylkir IR, Tómas. Ég held að þetta verður bara unanimous Fylkir IR. Andri Magnús. Nema Andri sé eitthvað Ég verð að segja ég er Leiknir sko. Ég verð að gera það. Ég segi Valur IR en þið eru fastir á Fylkir IR, þannig að þetta fer á Fylkir IR. Hver má ég óska til hamingi með það? Bara glansmyndeldinu? Ívan Óli Santos. Allt er góð að klappa fyrir því. Ég þakka mest fyrir og bomban. Þetta er svona Bomban. Já, þú ert að tala um hérna. Já, það er hérna. How, motherfuckers. Ég veit ekki alveg hvað þú voru að benda á en þá var það gamlega góðið bettin. Herðu, næstu tilnefning, hún hefur alltaf svona verið mínu uppáldi. Stuðningsmaður ársins, þar að segja. Og við tilnefnum fjóra íringa þar. Byrjum á Kristoffer Erli Harðarsinni, Królin. Lukas Breki, Orri Viðars og Arnar Óli. Andri, nokkur orðum þessa menn? Góða manneskjur. Já, meina vel. Ok, það er ekki alveg Ég átti náttúrulega í Ég hafi ekki hitt á í dimmu hús og sundi bak við Mósbar. Þetta er náttúrulega Örgl Arnar á þessu tímabili þá eldaði ég svolítið grátt silfur með stuðningsmönnum í svona yfir heilsinni. Hvað ertu með endalist að mati í þessum pókaðana svolítið? Hvað er að gerast hérna? Mér finnst vera svona Ég er að grínast. Mér finnst vera svona fullt mikið neikvæðin oft allavega fótboltamegin yfir ég let mitt stuðningsmenn heyra í þessu hlaðavarpi í sumar. Af hverju? Gera líka bara í miðjum leik eða ekki? Jú, og í miðjum leik, á móti Leikni. Pirraður! Af hverju? Hvað gerist? Andri er bara það var ekki rosalega lítið verið að styðja lið. Andri er eins og Breiðhyltingur ársins við fórum við fyrir þetta. Ég er fyrir ungmennafélagstandan hérna sko. En þú veist það eru náttúrulega menn hérna sem að mæta á alla leiki í öllum greinum og það meinum bara öllum greinum og það meinum alla leiki og hérna það er rosalega erfitt að líta fram hjá því passioni sem þar er. Það er einn maður á þessu lista sem mætir á alla. Sérstaklega þegar hann er ekki með bílpróf sko. Það er örugglega í Egilsöldinu núna að fylgjast með einhver æfingu í keilunni sem er að klárast. Þetta er litli Glacier. Og það, ef ekki bara gefa hann óskulum til hamingju. Já, þetta er litli Glacier. Lukas Breki Ísveldsson. Takk. Ísvelds? Ég sagði Ísveldsson. Já. Nú er klart ég sagði Lukas. Hann er búin að taka upp eftirnafni. Já. Hann er basically eftir Ella samt ekki þér. Og hann fær einmitt fría klippingu frá Klausugöld. Já bara, og það er Botifjúli hérna og Andri er hérna og frí bílflutur frá Autosandi Sölvi Haralds er hérna. Tómas allar að kenna hann að skjóta Já. Ekki veitir af. Rómas að kenna hann að miða í skálina hérna í hóttinni. Lukas Breki til að mikið með þetta. Næstu velun er, já, kannski erfitt að færa yfir þetta sem eru með einn hlutaðalega hagsmunaraðali henni í stúku í setinu. Ég verð hlutlaus núna. Dreif mig í hlé. Styrktaraðali ársins, Andri Magnús. Já, þetta er flokkur sem að ég held að yrði svona nokkuð óumdeildur í fyrra. En þegar að það var Autocenter sem að var styrktaraðali ársins. Já, ég held ekki friðsæl áramót, við getum sagt það. Og það fekk maður svolítið að kynnast fanbase eins styrktaraðali. Já, það er ákveðið költ inn í Breiðholtinu. Sem að var svolítið að láta maður heyra. Ég fekk að kynnast því seinust áramót. Ég heyrði meiri því en flugveldanum sko. Og en þú veist það eru frábæri styrktaraðilar tilnefndir. Og ég farið yfir það, vilt þú farið? Þú mátt farið yfir þetta núna. Þetta er svona þitt. Þetta er Bodyfuel. Þetta er Autocenter. Þetta er Atlantic Seafood. Þetta er Þökk. Og þetta er Glacier Cuts. Og það er einmitt einn aðili á þessum lista sem að
þótt hann var svolítið hlunnfarinn inn í fyrra og var svolítið the people's choice en og hann vil meina money talks, þess vegna hafa hann ekki unnið þetta í fyrra en Já, það er spurning hvar þessi verðlaun liggja. Tómas, ert þú mikið að nýta þér þessar þjónustur Ég styrktaraðila? Ég á ættavinn afsakið, æskuvinn sem er í sama bransa kannski ættar við líka og, nei, ég ætla ekki að segja og ég nota með það bara. Já, en þú ertu einhverju viðskiptum með Þökk eða Autosendir eða Bodyfuel? Ekki mikið. Nei, Atlantic Seafood? Borðaðu sjávarrétti? Nei. Nei, það er lítið upp á Tómasi að hafa í þessu en Sölvi Ég dræði mig bara í hlé líka. Við ætlum að tilnefna og gefa stiftara loksins Stiftara loksins Glacier Cuts. Já, góða kvöldi, strákar, góða kvöldi. Aðeins frá þér. Þakklæti er mér efst í huga. Aðeins frá þér, Lukas. Og ertu búin að slökka á mæknum minn? Nei, það heyrist í þér. Já, ok. Ég heyri ekki í mér í... Nú, er ég búin að lækka þér? Já, þú lækkaðir í mér, takk. Nei, ég lækkaði heyrnartólinu. Já, þakklæti er mér efst í huga. Já, þakklæti er þér efst í huga. Og bara... eins og Andri segir, money talks. Þannig ég þurfti bara að steppa my game. Og nú er ég komin á toppinn, takk. Það snýst að leggja vinnuna uppskera. Og það má alveg segja að árið 2025 hafi verið svolítið ár Glacier Cuts. Ég hélt að ég hefði gert nóg í fyrra. Jóni. En það var ekki nóg. Þannig ég gerði bara meira núna. Ég hætti ekki. Nei. Ég hélt áfram. Þú ert einn af þeim. Ég bognaði en brotnaði ekki. Og eins og góður vinur minn Monsi hefur alltaf sagt, þá er besta spinnan best frá botninum. Látum það ekki það. Nákvæmlega. En ég get allavega haldið, það voru allavega haldið núna friðsaljól í Maríubakkanum. Við getum allavega... Takk. Það var... Það fekk aðeins að kynnast fanbase-inu. Hann verður ekki eggjaður þessi ár. Nei. Glacier Culti stendur fyrir sínu. Það var bara með háþrýstælinu úti bara. Hvað er þetta mörg prósent af íringum sem er í klippingu af þér? 67% eða ekki? Jæja. Þetta er svona 167%. Jæja. Þetta er svona 667%. Já, svona eitthvað. Þetta er svona eitthvað. Þannig að við segjum... Það er vinstri upp og niður. Við segjum bara takk. Takk fyrir þitt framlag. Hlær Tómas þegar við segjum enn á töluna 67. Hlær hann. En ég... Þið eru 30 hérna. En ég Glacier Cuts, þakka fyrir mig og ég gef Lukas aftur mækinn. Lukas, og þá fyrir við saman yfir frammistuð ársins. Já. Við byrjum á 2 10. Sara Dögg gekk val, fekk 10 í einkunn. Takk. Og Silvía, hún fekk 10 einkunn á móti Selfossi í leiknum fræða sem við ræddum daginn áðan. Örugglega einhvern tímann daginn líka. Diego Falco, ég ætla að biðja þig að velja einhvern leik fyrir mig, Tómas. Ég segi bara allir. Nei, ef ég þetta velja þá myndi ég segja... Stjarnan út í fyrsta playoffs. Já, ég var að fara að segja það. 41 stig, 37 hálfleik eða eitthvað. Sko, mér langaði að velja... Og síðan var hann með eitthvað 24 stig í fjórða leiklut á móti KR núna daginn. Mér langaði að velja Skagaleikinn, það er bara erfitt við 2 bómunum. En þú veist, hann skoraði meir en helmingin á stigunum okkar, sem er fucking... 44 stig ef maður rétt. Ásækjaðan, já. Ætli hann geti orðið Íslandsmeistari? Einn. Ef engin annar er að klúra í kringum hann, geti hann orðið bara í Ísland? Já, hann geti það. Já. Andri Magnús, Kristján Atli gegn Leikni heima. Og svo Tómas Kárasson, svona svolítið þitt mention þarna inn í þessa mikilvægu og góðu umræðu. Gæslan í Skógaselinu í gegn Grindavík þegar DeAndre Kane var fremstur í farabróti. Já, liðast náðu ekki að halda honum innan skekkjumarka, þannig að Gæslan tók það sig. Það síður svolítið í þessum Grindvíkingum. Já, það var þarna ruslafata fyrir barðinu á Ofsa Kane þarna. Já, það sögði allt upp úr. Þú veist mér að fá hann að hinga?
Það voru Nei. hröð viðbröð gæslumanna sem komið í veg fyrir að fleiri Nýbúin að fá ruslatunnu í grímuna. Honum að bráð Hjörvar, og það Binni, fjölgaði svolítið í gæslunni beint eftir. Grindavík búið að borga reikningin sem að ég sendi þeim? Ég veit það ekki, það var allavega mín uppáhalds ruslatunna í húsinu, við getum alveg. Þessi ruslatunna kostaði 6.700 krónur. Hafið þið farið inn á íslenska gammafélagi eða eitthvað og tjekka hvað þetta kostar? Dýrt, fólk veit að við séum One hell of... Hvað er þetta margar lítið á tunna? Varum búin að tjekka því það? Þetta er svona, var þetta ekki 6,7 lítrar? Er það ekki? Jú, þetta var svona 6,7. Þetta var 6,7 lítrar, þetta var svona eitthvað. Hægri vinstri búin. Ég Hlær Tómas, Andri. Ég verð að segja Ég er allt nema að hlæja. Ég finna þess til með DeAndre Kane í þessu tiltekna máli af því að ég hef þetta er ruslatunnan fyrir miðju er það ekki? Bara í leikmannu. Þið eru dálítið Þið er eitthvað sameiginlegt þarna. Við DeAndre Kane Þetta var svona fyrir mig. Við erum ólíkir en við höfum báðir látið tilfinningarnar bera okkur ofliði þegar íþróttauðkunni í skólasölunni Þegar kemur að þessari ruslatunni þá. og sérstaklega kemur að þessari ruslatunni því að fóturinn á mér fór í gegnum þessari ruslatunni á árganga móti ég Alveg óvart eða ekki. Þetta er líka svo falleg ruslatun. Þetta er svo, þú veist, af því að Hún er máttastólpur skoðarsins. Þetta er svona þegar að leikmenn eru að labbina á völlin er að klára eina hleðslu eða klára eitt banna og vilja bara þurfa að gönnis í sig þá henda þeir þessi í þessa tunnu. Ég þegar mitt atvik var þá sá ég alltaf sóma minn því að þrífa upp eftir mig. Gerði Kane það? Nei, það er svo skilur á Og milli ekki kærast Írings hann og sendur. Grindavík. Hún fór bara inn í klefa frekar. Já, og lét húlíkarinn að heyra það. Já. Síðan mætti ég honum hann á ganginum þegar ég þurfti að ná í hann Hákon Örn Hjálmarsson og hann bara Og hvað er reyndar að lemja ykkur börn í þetta skiptið? Nei, hann bara slagur. Herðu, við ætlum að fara yfir þetta. Framist ársins. Tómas, byrjum þér. Ég verði eiginlega bara að segja Jacob Falco. Það er bara, Gegn Stjörnunni í fyrsta leiknum í Óskari. já, bara take your pick. Það var líka mínum að þetta kannski svona leiknisleikurinn og Fylkir úti. Það var svona framistöður ársins hjá stuðnismönnum. Já, Sem sýnir það að þegar stuðnismenn mæta að þá mæta leikmenn líka. já. En ég get verið sammálaður þarna. Ég er bara, það er Jacob unin að Falco- horfa hann að gauður spila körfubolta. Þú veist, við erum með tvo leikmenn fá 10 í einhvern, við erum með frábæra gæslu, við erum með Kristján Atla sem leysir nánast allar stöður á völlunum bara til það eins að fá 3 stig og halda hreinu í löskuðu írleika gegn Leikni. Við erum með eins og sjá gæslunum er búin að fara yfir þetta en ég einhvern veginn Jacob Falco og þetta stendur upp úr mér Andri, aðeins við þér. Já, náttúrulega eins og tölum Kristján Atla það var náttúrulega Kristján Atla er svona típa af gæja sem að svona þrífst á svona grannarslöfum sem að það er allt undir og það er mikill hiti og passion þannig að það er ekki furða að hann hafi einmitt spilað eins vel og hann gerði í þessum tiltekna leik á móti Leikni það er rosalega erfitt að líta fram hjá handboltastelpunum í þessum geggjuðu framstöðum sínum eins og við erum búin að fara yfir í leikjum mútið Selfossi og Val Gæslan geggjuð Tómas Shoutout Silly. Hjörvar, Binni, Falco IRB kann að skora þannig að það er þarna ég legg þetta bara hendunum ykkur skilur ég get ekki tekið einhverja sérstaklega afstöðu í þessum máli ég bara þorði ekki fjölskyldum minna vegna Já, ég skal bara taka þetta frá þér Andri og ég vóta fyrir okkur báða því að við erum báðið sammála og það er Kristján Atli á móti Leikni og ef þið viljið fara í eitthvað debate þá getum við alveg gert það En Ég og Andri erum alveg með góð debate þar dómnefndin á helming atkvæða við hinnir höfum helming annan atkvæða En viljum við ekki fara í debate? Já, Tómas Ég bara, þú veist, hann var ógeðslega góður í þessu leik. Ég meina, það er ekkert að debeita hérna. Á móti Íslandsmeisturum líka Ég er að tala um Kristján. Já, það var svo sannlega ekki gegn Íslandsmeisturunum Ég ætti að vera að tala um Jacob Falco Já, ég var líka eitthvað Bíddu Hvað er bara ég að missa? Leiknir voru nær því að vera aðra deildameistarar heldur en Íslandsmeistarar En hvað er að lenda þetta? Það var eitt sem að vann leikinn sinn allavega Já, en ég er ekkert ósammála, sko. Nei, ekki ég heldur, sko En það var framist ársins Kristján Atli gegn Leikni Já. Eru menn sáttum með það?
þurfum eiginlega að finna tjanti hans Kristján Atla og Ég sendum Kristján bara góður kveður. já, hlýjar kveður og hann nýkomin hefur á Kanari. Takk. Það alvöru dæmi til þess að eða jólunum sínum, mæli með því að eða jólunum sínum í sólinni. Kristján Atli gegn Leikni, heima. Það Þakklæti. frammistaða ársins, en nú förum við næst í lið ársins og það getur verið svolítið erfitt að velja það. Nú setja bara þetta hérna undir. Meistaraflokkur karla í körfubolta, meistaraflokkur kvenna í handbolta, meistaraflokkur karla í fótbolta og meistaraflokkur karla í handbolta. Lúkas, spyrjum á þér. Það kallalið körunar, kallaðið kvennalið handboltans eða það kallalið fótboltans? Hvað svona, þegar ég segi þessi lið, hvað var 2005? Hvað lið á svona pínu það? Það eru stelpunar. Ég held að erfitt að mótmæla því, Tómas. Já, ég ekkert á því, sko. Nei. Dýrkum konur, ég ætla að hafa mig. Nei, minn og þetta bara svona, hvað getur við sagt? Andri, máttarstólpur félagsins í dag, út á við. Halda heiðri félagsins. Já, þetta náttúrulega, þú veist, náttúrulega erfitt að koma inn sem einhver fulltrúi knattspyrnudeildarinnar en við alltaf bara að tala handboltadeildina, en það er dreymið í hlýja þegar handboltaumræða. Það í rauninni ekkert sem að hægt að segja annað heldur en að lið ársins sé meistaraflokkur kvenna í handbolta. Það bara eru hreina línur. Þrátt fyrir þetta geggja raun hjá kallafótboltanum í sumar og það lefði okkur að dreyma en við erum ennþá að dreyma í kvenna handboltanum. Og endur koma körfunar auðvitað og svona Great Escape hjá The Fritzes í meistaraflokki kalla. En meistaraflokkur kvenna, Arnar Freyr, Grétar Áki, Sola, félagar, þau takk þetta. Takk. Já, svo næst svona, já ég veit í miklu uppholdi hjá Andra, skúrkur ársins. Og ég ætla að fá þau til að tilnefna þessa 4 skúrka ársins, það sem þetta svona í svona pínu uppholdi á þér. Já, 4 skúrkar. Ég er búinn að ritskoða þennan lista og ég er búinn að breyta einu nafninu á blaðinu, það þetta næsta. Og það verður tilkynnt hérna á eftir. En skúrkar ársins eru nummer 1 Sigurður Hjörtur, fastilegur, dómari, DeAndre Kane, Árni Guðna, maður er svona illa veið þannig að maður er svona langt komin í fyrirgefningunni. Mér finnst það, hann var með gott uppistandan í sumar þegar hann var hjá Fylki. Síðan var hér uppálega Þóri Snær, en ég ætla að skipta þessu yfir á Þorkels Björn. Já, frá dómnefndinni. Já, getum við bara... Nei, við hérna... Við þurfum að tala um af hverju hann er í skúrkur ársins. Nei. Þarna, ég finnst bara að fyndi það þegar ég mæti honum stundum á leiðinni í vinnuna og hann á leiðinni í sína vinnu. Þannig að við ætlum bara að senda þess að kveðja á hann. En hann er ekkert skúrkur ársins fyrir mér, en hann er á lista. Dómnefndin vildi koma með þessa breytingum fram. Þetta er dómnefndin sem velur þessa skúrka. Og skúrkur ársins, mér veist svona 1 blasa við þarna, en hvað veljið þið? Ég vel Sigurður Hjört. Ég hef engar góða minningar frá Sigurður Hjört. Það er bara svolítið þannig, sko. Hann myndi líklegast fá allar pílurnar inn í andlitið ef hann labbar inn. Það mynda honum á píluspjaldinu, við getum alveg sagt það. En ég er ekki með hann. Nú? Það er DeAndre Kane hjá mér. Fyrir framkomu sína í framkomu sína núna gagnvart ruslatunum í Breiðholtinu. 15 ára stelpum í Þorlákshöfn. Bönnum frá... Þetta er... Mér finnst ekki þess að hlæja, en það er allavega... Orðbragð aðrir sem sóma sinn til þess, en orðbragð hans gagnvart bönnum í Þorlákshöfn. Og Breiðholti. Já, ruslatunum í Breiðholti. Já, og bönnum líka í Breiðholti. Já, það var hann þar í fyrra, en... Já. Hann velur sér stað og stund. Nei, hann verður ekkert mikið að velja sér það. Hann getur svolítið bara myndir einhvern veginn. Tómas, hann velur sér stað og stund. Tómas, DeAndre Kane. Skúrkur ársins í þér, hver er það? Þú veist, gískaði Friðsson. Þorkels. Nei. Árni Guðna. Sigurður Hjörtur. Ég er búinn að gíska 3 svar. Já, þú fær allt rangt. Þetta er svo Andri í pílunni. Alltaf 3 miss.
En ekki Andri á klúbbónum, skal ég hef síðan á Heyrðu, klúbbónum. ok, sko Já, sem bara talsmaður köruboltadeildirna þá verð ég að velja DeAndre Kane. Andri situr hjá, þú veldir Sigurður Hjört. Við vöndum báðið Já, sig. við stöndum Mjög Sigurður mikið að Hjörtur sitja með. hjá, Andri. Var Sigurður Hjörtur ekki að Þú ert basically múin að sitja út Hann var allan að dæma tíma. leikinn. Hann eftir Þórsleikin, hann Hann gaf eftir Þórsleikinn úti Markma Gásland raukt þegar- Markma Gásland þegar hann leiðrétt við mistök þegar hann skrýnaði leikmann Þórs Já. og Arnór Sólur hljóp upp á völdin og skoraði Heyrðu, af hverju velja svo skúrk ársinn? Hann skrýnaði leikmann af því að hann fyrir svo beint í það Pældu í því að eina góða sem hún gert í Markmann lífinu. Gásland að velli Skyndisókn og ír Bara um Hann leið. bara tæklaði Þórsaran hann vissi nákvæmlega að hann gerði mistök Og hann er Akureyringur. leiðréttu leið og hann gaf Hann er líka trúður. dæmd hann ekki líka Skúrk, íringur ársins fyrir mér er að tilnefnin þar er Sigurður Hjörtur já ég gengi þenn út En já, valið hefur verið staðfest að dómnefnd Ég var að fá því eirað Og DeAndre Kane hlýtur þessa nafnbót Já. Flott DeAndre Kane innlega vel að þessu komin hann fær ekki jólukort frá írlaðarpinu Það er aldrei vita það er alveg ljóst Nei, hann fær samt. Hann Hann fær velum, sant? Hann fær frægustu jólagjöf 2005 Bottefjúl beint upp í raskæti á sér. Grjót Já, grjót. eða eina nýjung frá Sóma sem við erum að vinna með hérna í styrta samstarfi í írlaðarpinu Já, það er nefasamlokan. Það er nefnarsamlega Já, takk. hvað er í gangi hérna Herru, við Já, erum faglegir Thomas, hlusta á með mér hún er að segja það. Við erum faglegir hérna Veggur ársins Og Lúkas, það var svona í pínu uppaldi á þér Og dómnefndin ákvað að tilnefna treyjuvegginn í Stúdíu 109 Takk. Það er alvöru veggur Það er náttúrulega margra miljóna virði af treyjum á þeim vegg. Sif Hallgríms tilnefnd heimsins besti Kalli Það kemur fárlega vel inn í þetta núna í írliði í sumar Græna gímaldið afturvalið tilnefnd Og svo er það nýju guluveggurinn, Bílanust Við erum að koma sterkur inn þarna í nágrinni Skógarselsins Hvernig það kemur raukt hús þarna síðan í miðjunni? Já, við vorum að funda með Reykjavíkurborg og Kópavogsbæ og maður hafi þetta svona HK ætlar að opna nýtt hús þarna? hafa þetta bleikt eða fjólublótt svona eitthvað Já, þá erum við með gulan, grænan, rauðan og síðan Nei, bláan. rauðan af því það var gulur, rauður, grænn og svo Og segir ég er blár. blátt og svo kemur hann eitthvað svart og hvítt náttúrulega snjórinn Ok, allavega, við hérna, hvað veggur ársins reikamati? sko það gleymist að nefna einn vegg Þið byrju? og það er hérna tala maður markmenn sem veggi og það er hérna markmaður Öliðs í hérna annara deildin í handbolta Ég ætla að segja Villa Lúkas Ísfeld Kolbónarsson Takk. hann alltaf Var ekki nóg fyrir hann að fá vegginn í Stúdíu 109? hann má vera á blaði Ég má vera á blá. Honorable mention Ég er með ágætis prósentur eins og ég hef Arsenal litið á menn vilja þennan- tala um. Sarka Júkitsmjöla ég hef litið á hann vegg í Stúdíu 109 og það eru nöfn þar en það væri gaman að sjá jafnvel fleiri eða ekki Fyrir nöfn á veggnum. Nei, fleiri bara treyjur Já. hún tekur alltaf við eða ekki Jú, við nefnilega eigum það mikið að treyjum að við erum með liðum mánaðarins. Alltaf. Ég kíkja alltaf fram hjá og já, það er komið nýðan uppi Þannig að ef þið Það er þekkið úti einhvern nes góðan- Við náttúrulega erum Það er alltaf... netsíðan Já, þú veist, við náttúrulega að treyjan okkar er náttúrulega treyja sem var spiluð í þegar að Chelsea unnu englandsmeistaratitilinn þegar Eiður Smári vann hann í fyrsta skipti. Makaleli treyja Hans treyja fær að vera hann uppi. Eiður Smári, Hans treyja fær að vera hann uppi alltaf. Ég vill hafa hana alltaf. Ég fæ hana svona annað hvern mánuð. Flott Uppalnýringur. Það er rétt En hver er veggur ársins? Er það treyjuveggurinn? það er Eigum við- þarna Tómas, erst þú með eitthvað að segja hana? Ég vil eiginlega velja treyjuvegginn bara út af landsliðstreyju nr. 2 Það var unnið ólympískt gull Já. já The Great Wall of Ear eins og þeir kalla hann Treyjuvegginn Patrik Smári Patrik Smári? Ólympíumeistarinn Já. Hann reyndar, hann er frábærandi på veggnum. já þú veist svo finnst mér alveg að tveir leikmenn nefndir í þessum lista Sif Hallgríms markmaður kvennaliðs í Gretar handbolta, Áki fann hana bara. kom frá K.A. Þór Já, en er uppalinn í Haukum. já, og Kalli sorgarfélagi. náttúrulega tekur rosalegt raun að koma aftur í
aftur upp á þetta level í Lengjudeildinni og var geggjaður í sumar. Þannig að það er spennandi að sjá hvað dómnefndin segir í þessu og hver hefur verið útnefndur. Valinn hefur verið veggur ársins. Veggur ársins er hver? Treyju veggurinn í Stúdíó 109 við Rangásel. Þakklæti. Stöndum upp og gefum gott. Treyju veggurinn vinnur veggur ársins, takk. Treyju veggurinn vinnur með fría klippingu og Glacier Cuts. Takk. Ársbyrðir á Stúdíó 109. Það getur mætt hann og góla í sig geli. Þetta er lagið það. Nei, þetta er að fara á Stúdíó 109 grúpuna. Tómas hefur lítinn áhuga á því að vera í því segmenti. Ég sagði það aldrei. En gafst það í ljós. Óskum við þetta Stúdíó 109 til hamingju með þetta. Svo er það svona eitt skemmtilegt sem ég veit að Tómas hefur mikið áhuga á. Innkoma ársins. Tómas, þú hefur mikið áhuga á þessu eða ekki? Rosalega mikið áhuga. Já. Það er einn hérna sem að Rosalega mikið áhuga, bara sagður þetta eins og það er engan áhuga á þessu, en ok, halda áfram og þú hefur gaman að Mér finnst hérna, við erum með 4 á blaði. Það er hann Arnór Sölvi, Harðarson, Kristján Fannar, Ingólfsson, Dundur Gundur Gundur Elísbjörn og Pettersen, Kalli. Sigur Karl. Ég hélt alltaf að Kalli héti Sigur Karl. Þangað til hann... Það er bara einn. Já, þú hélst þetta væri svona eitt nafn eins og Jón Þór. Það er bara eins og segjum, það er bara einn Þissi Kalli. Jón Þór, þið vissu það alveg. Já. Jón Þór er náttúrulega eitt nafn, þetta er ekki 2 nafn. Jón Þór. Þetta er eitt nafn. So Það good. heitir náttúrulega Jón Þór Atli í einu nafni. Eins og Kjartan Leifur sagði, so good they have to, give him 4 names. Jón Þór Atli. Þetta eru 3 nöfn. Já, en svo ertu með Son. Já, Það er the last name, eins og ég segi alltaf. Nú ætla ég aðeins að kenna þér þó að ég sé bara klippari. Last name. Þú heitir ekki, þú heitir ekki Haraldsson, þú ert Haraldsson. Já, ég skilgreini mig Ég skilgreini mig sem bæðinöfni mín. Jón Þór ánáttúrulega besta lagið hjá öllum í Já, liðinu. og við skulum geima það aðeins núna þangað til við gefum út efni sem fer að vera hægt að kaupa í lokuðu efni. Innkoma ársins, Andri. Arnór Sölvi, íringurinn Kristján Fannar, færiðingurinn Gundur eða lífskúnstnerið og léttismaðurinn Kalli. Já. Náttúrulega Arnór Sölvi kemur inn í meistarlokina á fullum krafti. Hann náttúrulega var í Eyjum árin á undan. Fekk lítið að sletta grasið. Var á láni í KFS. Já. Og maður hugsaði, hvað er þetta? Það var einn á Twitter, við getum fundið og setta sem sagði að við hefum keypt köttinn í segnum. Þetta var helvits innkoma. Og hann heillaði með hraðsynum krafti. Heldur betur. Og mörkunum sínum. Var flottur áður en hann þurfti að fara til Bandaríkjanna. Já. Í skóla. Hann er mættur núna á æfingar, hann er heim jólin. Gundurinn. Gundur Elísbjörn Pettersen, matur við Gundi. Hann seldi flestar treyjurnar af öllum deildunum núna. Það var hann með svona hæsta treyju selritið. Það er náttúrulega geggjað að við séum með góðan færing. Er hann ekki líka einu með fanpage á Facebook? Jú. Það er geggjað að við séum með færing í liðinu sko. Hann náttúrulega kom skemmtilega inn í þetta og... Er þetta fyrsti færingur? Það var ég bara að tala um núna svona heilt yfir. Ég veit það ekki, en það var mjög gaman að sitja á bekknum þegar hann var að kalla eitthvað inn á völlin. Og þú veist, hann kallaði til dæmis á Jón Þór lítill en var þá að meina að það var maður, það er það sem þeir segja maður í bak í Færeyjum lítill þá talaði sem með þessi lítill tími lítill Jón Þór bara, hvað er þetta? Fólki fannst þetta Þú ert líka lítill og fannst þetta eitthvað svona skritið, það var myndið að finna að heyra smá svona innsýn í færeyska fótboltalingu sko. Kalli náttúrulega, þú veist, ótrúlega saga með hann. Já. Hann skulle vera komin aftur dýr, því að eins og við rættum einhvern mann held ég að maður var svona veltaði fyrir hvort maður þeir heyri í honum til að tjekka hvort hann hefði áhuga að spila með létti síðan sumar. Já. En svo mætti hann bara og var kóngurinn í Lengjudeildinni. Kennir manni svolítið að drauma geta ræst. Já. Hann Kristján Fannar Íringur Keflvíkingur Já, hvað er maður sem við þekki þannig að því kannski Tómas getur sagt meira frá honum en þetta er allt góðan innkomur Tómas, innkoma ársins að þínum að þið klárlega ég meina þessi gaur Andri þetta er bara Andri hann er náttúrulega búinn að vera meiddur núna
síðustu vikur og Innkoma ársins. Já Má ég, Já. Og hann er búinn að vera meiddur síðustu vikur eins og ég segi og Andri þannig ég er aðeins búinn að fá að kynnast honum Og ég veit einhver, Andri ekki neitt. Já, ég man Þú fór að kynnast honum. Já Jæja, ætlar að staða mér allt kvöld eða hvað hérna Já, en næsta ár fyrir að byrja? Njarðvíkurleikinn var rosalega góður í honum og hann er búinn að fá að spila minna en þú veist, hann er búinn að vera meiddur þannig auðvitað ekki Shit, sko, ok, næsti En þú sagðir alltaf nafnið hans. Hvað er þetta að tala? Góður á myndin. Kristján Fannar Já, veit ekki segja nafnið á það. Ég er búinn að því Nei, Þú sagðir Ég það ekki. sagði hann á Við erum með þetta Where are the upptöku. tapes, where are the Við erum tapes? með þetta upptöku hérna. Roll the Já, tapes, bro. allavega ég er að tala með Kristján Fannar ég er að staða mig með Kristján Fannar Ég var hægt. Það var ekki hægt. Hérna, Lukas, næstum búin að segja Breki, Lukas Ísvald myndi ég. Nei, hvað voru við? Innkoma ársins. Innkoma ársins. Jú. Þú ert ekki með neitt, þú setur hjá. Jú. Það er minn maður. Hver? Arnór Sölvi. Arnór Sölvi. En Frábær drengur. það Var með honum í skóla. Frábær drengur. sitja nefnilega 8 manns í þessari dómnefnd og það voru allir á sama máli að það var einn maður ársins og nú þeir sem geta hlustað á að heyra það. Kalli, heimsins besti Kalli Hérna kemur Kalli. Já. Eins og Íringurinn Sveppi segði á sínum tíma heimsins besti Kalli. Það er engin annar Kalli sem jafnast á hann. Heimsins besti Kalli. Innkoma ársins, Kalli fær hana. Og það var ekki nema hvað í 4-5 skipti í liðum fyrir hennar. Var það ekki meira? Förum úr, örugglega, fer úr Var það ekki 6 sinnum eða? Já, eitthvað svoleiðis. Fer úr þriðjudeildinni í lengjudeildina. Tómas með einhverju uppgjöf hérna, en Kalli er engin uppgjöf í honum. Hann fær innkomu ársins. Svo er það önnur verðlaun sem við ætlum að fara í. Það er, já ég veit að Tómas hefur svolítið skemmtileg, eða gaman að þeim verðlaunum og það eru þessi verðlaun hér. Ég sé í fjarska Takk fyrir mig ársins. Þetta og öldur Tómas, Já, takk fyrir mig ársins tilnefndir eru, takk okkur gegn. Tilnefndir eru Axel Kári Tómas Orri Sola, Borge og Mark Mökkhausland Andri, eða eins og menn kallaði núna Mr. Yfirferð. Takk okkur hans í gegnum þetta. Þú vilji segja Ætlar enginn að Ætlar samt enginn að tala the honorable mention Þið? Bílasalinn Steinar Já. Skilaði góðu búi. En byrju þá alltaf að lifa þess að byrja þess. Því vil ég segja Takk fyrir mig Yndislega eiga Yndislega Steina. Bíddu. Andri, takk okkur í gegnum þetta. Já, hann alltaf hjá okkur á lista byrjum á, það er Axel Kári Vignesson, fyrirliði legend, fyrirverandi formaður, já. núverandi lögfræðingur KSÍ sem að leta störfum fyrir knattspyrnudeildina og fór í sambandið. Það byrjar að taka til. Takk fyrir mig. Tómas Orri Hjálmarsson, körfuboltamaður, hetja, andi hans svífur yfir vötnunum. Það er bara takk fyrir mig. Já, selja tjörnunni. Já. Borsi Levski, maður sem vakti Breiðholtið að værum blundi. Takk fyrir mig. Mark Mökkhausland, skotski fyrirliðinn, hefur gengið til liðs við Víði Garði og ég verð harður víðismaður Garðari. á Nesvisk vellinum í sumar. Og síðan er það takk fyrir mig. Takk fyrir mig. Ja, síðan er það smá skrítið takk fyrir mig, en það er Sola Lára Kennarsteði sem að leta störfum sem þjálfari meistaraflokks kvenna í handbolta. Takk fyrir mig. Hætt?
Nei, hún tók fram skóna aftur Já. og má kannski nefna hana í næsta lið líka sem svona honorable mention þar Já, en það er bara takk fyrir mig. Takk. Sola. já, en Andri, ég skil ekki hvernig hún er að segja ekkert í svona 5 mínútur á þess að stama, sko. Ég reyndi það í 1 mínútu og ég náði ekki borði, sko. Hann er háskólagengin. Já, ok, takk fyrir mig ársins, Andri, þú, hvað er svona að fæði þér atkvæði? En alltaf mínu bætir þá verður að vera Mark McCausland. Lukas Sola. og Tómas Kárason. Bara svona fyrir mína eigin hagsmuni verði ég að segja Borsi Elievski. Nú, ég ætla að vera í Núna er ég loksins eitthvað sem gefur mig traust, eitthvað þjálfari sem gefur mig traust og komin inn í og er komin núna inn í svona mín fyrstu skriði meistarlóksbolta á Íslandi. Það er svona yngsti leikarnandi bónustildarinnar. fæ að stúsa mér við ykkur vídeo hérna og fæ að sitja á bekknum og svona. Takk fyrir mig. Og rífa kjátt. Ríða kjaft. Takk fyrir mig Borsi Elievski. Lukas segir takk fyrir mig Sola. Andri segir takk fyrir mig Mark. Ég segi Já, veistu hvað? Já, ok. Já, mátt halda frá. Ég ætla bara eftir við, þú veist. Enn og aftur, gömlu góður rökinn. Ég ætla að segja takk fyrir mig Axel. Já. Mér finnst einhvern veginn svona eins og Andri segir það sem hann hefur gert í þágu félagsins núna sem formaður í 3-4 ár. Standið að storma af sér í blíðu og stríðu. Mér náttúrulega grunar Gott gengi innan vallar. að Axel hafi verið að ljúka ákveðum kapla hjá IR hérna en sögu hans hjá IR er ekki lokið. Hann er ennþá að skrifa hann. Ég veit að hann mun láta til sín taka eitthvað í kringum IR aftur. Með Mark McCausland þá Tómas eini sem var ekki atkvæðin. er hann að taka svona sitt síðasta tímabil líklegast með Víði Gerði en hann var hjá okkur í 2 ár en bara þvílíkur höfðingi og Leiðtogi. þvílíkt sem hann gerði fyrir liðið og árangurinn hefði ekki verið svo sami án hans og það er spennandi að sjá hvernig liðið Plumar sig. hvernig liðinu farnast svona án hans á næstu tímabil. Það verður spennandi. En hvað við erum allir með sér hvort atkvæði. Þetta Tómas Orri Er ekki stundir eins og þessar frábært að vera með svona nefnd? Jú. Ég ætla að, þú veist. Já, bara Sola, takk fyrir mig. Já, Hún er mitt, takk fyrir mig. já, einmitt. Bara, Og svo hún fær já, þig. þú veist, þú veist hvað hún er búin að gera, það er bara takk fyrir mig. Hún bara, Það reif bara Hún handboltan bara- upp úr stelpunar voru búin að reyna að komast deild, mistekist, nokkur ára röð, Sola, mætir, rífa þeir upp, fara í Final Four, fara í undanúrslit í Íslandsmótinu, vinna mikið af erfiðum leikjum. Svo er meðlakrísa, hún kemur aftur. Já, festa er í sessi í Ólisteild kvenna. Þannig að komnur í topparðu. komur í topparáttu, skilaði góðu búi. Þannig hún fær mitt takk fyrir mig. Borsi þetta eins og Tómas segir kemur aftur í IR. Hann kemur aftur, hann er að gera góða hluti með Fjölni og kemur aftur á erfiðum tímabúti en ekki margir sem að þora. Við vorum búin að tapa, ég ætla kannski ekki að segja sannfærandi en við vorum allan búin að, það voru nokkur leikir sem töpu sannfærandi og svona vantaði eitthvað púsl inn í þetta liði fyrra og hann kemur eins og segja með erfiðum tíma í brekku, tekur auðvitað. Já, ef við varum að velja kálfa ársins þá myndum við velja Kristján Pétur Andersson í það en hann tekur þá kálfa allan með sér á bekkinn og þeir svona einhvern veginn Tekur líka inn Dani Koljanín og Björgun Hafþór og þeir einhvern veginn snúa skútunum við en takk fyrir mig ársins. Takk fyrir mig, yndislega eyja. Ég kem aftur til þín, því vil ég segja. Takk fyrir mig, yndislega eyja. Ég kem aftur. Takk fyrir mig ársins Axel Kári. Og ég get sagt okkur það að dóminendin hún fundaði dag og nætur til að komast að þessari niðurstöðu og þetta var þungbær ákvörðun, vissi ég. Þá komið að öðrum lið og
maður endur kom hann eins og menn segja oft hann Andra Magnús endur kom ársins, þetta er svolítið kemur svona þinn liður. Já. Þú kannski fara að tilnefna þessa leikmenn. Já, þessa aðila eða tilnefningar. Hér eru 4 atriði á blaði. Heldur betur. Og ég ætla að bæta við 5. atriðinu. Já, þú mátt heldur betur bæta því inn. En það er fyrsta blaðið, það er Ívan Óli Santos. Já, það er Bæði er þann komin aftur í félagið fyrir tímabilið, þannig að við verið meiddur og náði því miður ekki að koma sér inn á völlinn fyrr en í fyrstu leikjum á pre-season þar sem hann skoraði 2 í fyrsta leik. Þannig að það er spennandi að sjá áframhalda á þessari endurkomu núna á næsta ári. Endaði náttúrulega góðan feril hjá Gróttum við spjaldið þar og kom til ÍR. Já, í leik Fylkis Talandi leik Fylki endurkoman í leik Fylkis og ÍR er náttúrulega þarna blaði líka þann 4. júlí. Við erum með upprýsuna körfunni og næsta í playoffs sem var á liðinu tímabili og síðan er það af þessu tímabili í körfunni það er endurkoman í Hellinn í Seljaskóla og svo vildi ég bæta við þarna að kempan Sólveig Lára tekur frá skóna aftur búin að spila mikið fjölda leikja í efstu deild landsleikir ríður frá skóna aftur uppalega í fyrstu deildinni lendir í meiðslum þjálfar, hættir að þjálfa kölluðinn bang Ekkert vesen. Hvað er svona að þínum mati endurkoma ársins? Falleg stund með Seljaskóla þó ég hef ekki getað verið þar Hlægir alltaf Tómas falleg hugsun alltaf. Já, þú ert búin að segja mjög mikið þótt það hafa ekki verið þarna. Ég er svona hann er með í anda þannig að ég tók eftir svo er líka svona potential í endurkominni hjá Ívan Óla hún lifir ennþá ég held ótrúlega mikið með honum en það mögulega verður næsta ári þegar hann verður búinn að taka markakónginn í og ég sendi kveðjur söður höf til Brasilíu þar sem hann hefur verið að eyða jólunum Suður Kyrra? Nei, Kyrra Nei, Atlasaf Kyrrahafið er hinum minn hún eftir kallar mig þannig að ég ætla hálft atkvæði af Ívan Óla og hálft atkvæði af Seljaskóla og náttúrulega honorable mention á hann og Sólvi. Ok, þetta var einn flóknasta atkvæði Ég er flókin mannara. Lukas, endurkom ársins er það Ívan Óli, er það Seljaskóli, er það Fylkir ÍR, er það Karvan úr neðsta í 7. sem er playoffs eða er það Sólvi? Það er Karvan úr neðsta í playoffs. Tómas? Ég ætla bara að segja Seljaskóla aftur út af með körfuna við vorum alltaf í tætt leikjum við vorum ekki að tapa den leikjum með 40 stigum Við vorum oft yfir eftir þriðja Já, þessi 4 leikluti var okkar Achilles heel mjög oft Var mikið endurkomum gegn okkur Já, en það var allt 2024 Endurkom ársins hefur verið valinn og það er Hellirinn Seljaskóli oft sagður næst besti skóli Seljakórsins Andri Seljaskóli Nei, Breiðholtsskóli í Bökkun eftir Ölsarskóla Já Ég góða stundir í Seljaskóla íþróttahúsi Seljaskóla Set hjá þarna Ég skora ófámörkin í íþróttahúsi Seljaskóla og líka klúður og örfáskotum eða ekki? Örfám, já og skorað örfá Andri, varst líka að segja mér áðan að þú ert búin að kynnast mjög mörgum stelpum þegar þú varst í Seljaskóla eða þegar þú varst alltaf þarna því þú varst að fara með mjög mikið stelpum heim á þessum tíma, ætlarðu eitthvað að fara að tala um það hérna eða er það bara off mic Hvað er það að segja? Jesus Christ Hvað er þetta? Er það ekki bara næsti lið? Já Þú læst hann að mann inni Hæ? Vá
Við fyrir í næsta lið Nei, við þurfum að setja eitthvað spurningamerki við þetta Íringur ársins sem ég jafnframt seinustu velunin hérna sem við veitum og ég ætla að fá að velja Íring ársins Nei, velja Ég ætla að fá að tilnefna Íring ársins afsakið Ótti ég þetta sé með Taktu bara Kimi moment þarna Ótti ég sé þetta með atkvæða eins og þið allir Lýðræðið Fyrsta tilnefning hjá okkur sem Íringur ársins Arnar Freyr Guðmundsson yfirþjálfari handknattleiksdeildarinnar aðstoðarþjálfari meistaraflokks kvenna og mikill Íringur kannski svona einn af máttastólpum karlakvöldsins Tómas Orri Hjálmarsson ég held að það þurfa að geta eða mörgum orðum í það ég held að það vita allir hvað hann hefur gert fyrir þetta félag núna í þetta árið og bara vel að þessu komin skildi hann fá þessi nafni hans hér með okkur setti Tómas Kárasson yngsti leikarinn til bónusdeildarinnar dómari, leikmaður, þjálfari húsvörður stígur í öll hlutverk Fyrst og fremst frábær manneska stuðningsmaður, sjálfboðali, stígur í öll hlutverk auðvitað í seinustu 2 IR ansjósum sem eru einu af IR ansjósunar hefur Tómas Kárasson unnið bæðaskiptin Íringur ársins þannig að hann getur verið svo fyrsti til þess að vera 3 Núna mæti ég og stama mig og yfir mig hann tekur jafnaldra sinn Cesar Ara til fyrirmyndar og Mr. 100% bara wins í Íringur ársins Eins og Jordan Já. Og svo það síðastur en alls ekki sístur sem tilnefndur Eiríkur Arnar Hansen Kóngurinn Það stendur hérna Eiríkur Arnar Hjálmarsson Ég var að benda á það Sölvi búið með nokkra body fuel aðeins og tjúnaður að því Tómas Orri sem Hjálmarsson Strákar nokkur árum þarna en það Arnar, Tómas Arnir og svo Eiki Hansen Það er alltaf allt miklu rýningar Tómas hérna eins og ég segi Hvað Tómas? Tómas Gársson TK hann þarna TK og menn aðrir eyða jólafrínu sín í að borða smákökur og þarna vera undir teppi og með kakó og lesa bækur eða eitthvað hvað gerir Tómas Gársson? Hann fer að vinna fyrir félagið sitt og þykkur ekki krónu fyrir hann þarna hefur tekið nokkra vaktur og hann ætlar að gefa öll launin sín til þarna í styrktastöðu Barnaspítala Hringsins Varstu ekki að segja að ég takk ekki krónu fyrir þetta Já, því að þú ert að þú ert að láta allt með launinu þínum ætlar að láta renna til Barnaspítala Hringsins eins og segjum að það renna þetta óskert Og íbúðalegu fyrir Jacob Falco Já, það er svona 50-50 Þannig að mitt atkvæði fer á mannin sem situr hérna í sófanum við hliðina þér Svona ská á móti þér Já, Ég er náttúrulega beint á móti þér Íringur ársins að þínum mati, Lukas TK TK Tómas, þú kannski pínur hlutræður en ef þú kannski tökum þig aðeins út fyrir sviga hver er Íringur ársins? Er það Tómas, Arnar eða Eiki? Ég segi Arnar Það er bara Guð blessi mannin ef hann er veikur eitthvað tíman það hrynur allt það bara 7-13 þessi maður veikist þá þarf handboltadeildin bara að biðja til Guðs Íringur ársins Tómas Kárason Yes! Já! That's in maður Tómas Kárason til hamingju með þetta The 3-peat Þú færð ársbyrðir af Glacier Cuts og Bodyfuel sömuleiðis sölulegin á 200.000 krónur í netbifreiðasölunni fría ástandsskoðun hjá Autocenter einungis einn vegg málaðan frá í boði Málkó ástandsskoðun á húsnæði ekki stærra en 70 fermetrar hjá Rafdís Máttu eiga þetta á Apple TV hérna? og já, máttu eiga það á hátalaran Og Mortal Kombat hérna svo að lokum senast en alls ekki síst frítt nutt hjá okkar mönnum í Sigra sjúkraþjálfun Og mátt chilla líka með andra Já, strákar, 2005 erum búin að gera það upp en við fengum nokkra spurningar Já, hörðu aldrei heim upp á skjáin eða? Það eru spörrar fengum nokkra spurningar sem við ætlum að Hvað segir TK við þetta 3-peat? það hefur einn bæst við Mr. TK 3-peat Beggi Hrapp Sölvi, ætlar ekki að henda sér upp á
Já, viljið fá þetta hérna á sjónvarpið Beggi Hrafn, hann segir Hæ Tómas Sæll, Beggi Hrafn. Manuel Nikolas segir Man U the GOAT? Spurning tík Andra, en leiðir til sér svo í næsta komment og segir til Andra, þannig við erum aðeins á fljótur hérna. Þannig að kannski sé að fara betur yfir Manuel og hans þátt í þessu ári á eftir þegar við ræðum aðra spurningana. Já, þá kannski gemum hana. Manuel alltaf uppalinn leiknismæður en hann er einhvern veginn bara hjarta og sál í öllum íþróttafjölum Breiðholts. Manu er svona Fylghetja. Manu náttúrulega, já, þú veist, hann náttúrulega með, þú veist, hann er núna komin inn í IR og er ég eini sem klappa fyrir Manu? Okay. Nei, hann er náttúrulega hann er orðið nýjeringur og það mætti segja að hann sé svolítið upphafið af þessari sameiningu sem er búið að vera að tala Skulum ekki vera fyrt í mækonum hérna. Nei. Strókar. Já. Andri gera einu sem ég leita hann hérna. Það er svo Sir Alex treatmentið. Áfram gakk. Guðbrandur Danielsson spyr Boba Dan. Já, höfðar kannski pínu til Tómasar. Tómas, er Sölvi og Tómas bræður? Eða kannski að leifa Andra að svara þessu. Já. Það er ákveð í að vera íringur er ákveð bræðralag og þið eru meðlimir í því bræðralagi en þið eru ekki bræður í þeirri merkingu orðsins að þið séu blóðskyldir, held ég. Já, þannig að við erum bræður. Já. Ok, og svo næsta spurningin hans Bobo er hvernig við Tómas Kárason að ég fara í gegnum lífið með svona miklu jákvæðni? Takk okkur þessi gegnum það. Ég þjálfaði með Ísak Mánavíum 4 ár í röð. Það er leyni vopnið, eða? Já. Bara ef maður er með þessum manni 4 ári þá er ekkert annað hægt en að vera jákvæður. Ísak Máni Víum, hann skilja góður kveðu á þáttinn. Förum við hans spurningu eftir. Kristján Ólafsson, stutt skýrsla frá Andra síðasta léttis tímabil. Kristján Ólafsson, hvað var hann ekki markaðist? Ef það skýrslu frá Andra, þá var hann ekki stutt. Sá markaðisti, þetta var mjög stutt. Byrjaði vel, endaði illa, átt að vera gaman, var það ekkert rosalega gaman. Alltaf like got. Það voru 4 línur. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Yes. Sí. Og svo svona bandstrygg og Andri Magnús með eins og ég kalla hann. Talað Andra Magnús, Ágúst Unnar, nýr fyrirliði knattspyrnudeildar meistaraflokks karla IRF klubans og ammælisdrengur dagsins. Hann á 46 mínútur eftir af ammælisdeginum sínum. Við óskum hann gætir ratað til hans á ammælinu. Það hefur verið kraftaverk. En já, hvaða krem notar Andri til að halda sér svona ungum og myndarlegum? Er það Óli Gylfa? Er hann að gefa þér eitthvað Nivea? Ég verð að láta að segja að ég ekki lengur í Nivea enn, sko. Þetta er þetta helvitis kjafta einhverjum brúsum. Hvað heitir þetta? Ordinary. Já, það, já. Sera eitthvað. Já, þetta er brúsum. Sera. Kremið í brúsum. Er síst þín að plaka því? Já, ég veist, maður fær alltaf einhver ráð, sko. En sjátt þetta sýstu. Hún er legend. Það er gott að fá svona komment frá ungum og myndarlegum manni og Ágúst Unnar er minn fyrirliði. Þannig að ég þakka fyrir góða kveðju og óskalum til hamingju og afmælið. That's my captain right over there. Arthur Góði spyr Tomma, hvernig líður þér að vera shooter? Ég er náttúrulega ég er ekki mjög góður í körfu, sko, þannig ég veit ekki alveg hvað hann er að tala um. Já, en það er eins og ég og mögulega þú að maður þarf ekki að vera góður í körfu til þess að vera shooter, eða góður shooter. Nei, ég menna horfðu bara á hann Andra sem situr hér á móti mér. He shoots his shots and ég er ömurlegur í körfu. And shooter. Ég er ömurlegur skotmaður. Okay, næsta spurning. Nei, Andri er alltaf shooting his shots and he always hits. Ég held að þessi sé svona höfðu til Tómas Kára. Er Tómas Orri betri en Ragnar Ágússon sem fekk landsliðskall? Mér finnst Tómas Orri mjög góður í körfubolta. Mér finnst Ragnar Ágússon líka mjög góður í körfubolta en nafni minn finnst mér klálega betri.
Hjálmarsson skörinni Við Lúkas vitum ekki svona hver þessi Ragnar Ágústsson sko. Ég hef ekki hugmynd um Þetta er landslísmaður, smá veiningu takk. Talandi Lúkas Lúkas Breki spyr mig væntalega hvernig náðuru 3 myndarlegustu íringunum í hlaðvarpið og þetta eru 2 orð eða 3 orð, Money Talks. Það eru 3 orð með 2 orð það var pointið Jón Valgeir Sölvi bauði mér og ég sagði where the fuck do I sign 100 skall á þátt where the fuck do I sign Þú veist ennþá ekki hvað þú skrifaðar undir Jón Valgeir er ekki minna spurningu, hann segir bara #takk Tómas. Ég segi bara takk Jón Valgeir. Ég er svolítið ósáttur við það, þetta er gammalt bekkjarbrófum minn úr grunnskóla og ég fæ ekki gauð Takk Jón Valgeir, það var flott hjá þér Steini Þorsteinn Tjörfi, sá stóri eins og við köllum hann hérna í hlaðvarpinu spyr er Andri með áramótaheit? Herru, ég er ekki búinn að móta mitt áramótaheit þessi áramótin, en það kemur mögulega inn á miðlana þarna á nýjársdag þegar ég er búinn að vinna í þessu Þegg Hann spyr líka hvað finnst Andra sameiningu, hugsanlega sameiningu maðurinn hata leikni? Sko, nú er Farðu þú inn í þjálfara teimi leiknis? Nú er hlaðavarpið að fara að lengjast góðan hálftíma Þarna Útvistatíminn er alveg Þá er eitthvað að borða. Já, útvistatíminn er í gang bara með það á Tómas Settist inn niður Ef ég ætla að stuttumáli þá þarf ég að fá að sjá talsveit meira ákveðin smáatriði sem að þurfa að vera til staðar til þess að ég geti verið 100% baki þessu Þú þarf að fá nokkrar svör við nokkur spurningum Já, það er náttúrulega margt í þessu sem að make a sense fullkomlega og varandi bara yngri flokka þjálfun og svona outreachið í íþróttastarfi hérna í hverfinu bara heildarpælingi staðreind að félögin í hverfinu er ekki að ná til allra krakkana þannig sem því er miður þannig að það er margt sem make a sense en ég þarf að sjá en það er búið að ala upp í manni lengi að manni líkar ekki droslega vel við leikni þannig að þetta er erfitt skref en maður þarf að sjá svolítið meira áður en að við förum við það Vel svarað Mun Andri einhvern tímann klára háskólanámið sitt eða verður hann eilíður stúdent? Herri, það er bara svo ótrúlega gaman að hafa útborgað Þetta er Steini. Þetta er Steina líka Ég er skráður í kennaranám það er bara svo gaman að kenna og líka gott að fá borgað fyrir það einhvern tímann mun ég klára það en það er svolítið erfitt að fara að droppa launasælinum en ég get staðfest að hérna kannski áramótaheitin mitt ég ætla að vera duglegri í skólanum á haustönn á næsta ári Það er fallegt heiti Hans, Steini er bara rétt að byrja Hann spyr ég er að fara til Tyrklands eftir viku viltu koma með Andri? Ég væri rosalega til í að fara til Tyrklands ég veit að sé fallegt þar á þessum árstíma Gott og ábyggilega aldrei farið til Tyrklands þannig að ég er til í að koma með þér og stiði í þessari vegferð Það hjálpa honum í gegnum þetta Já, hann er að fara að fá sér nýja tennur hann er þarna og titling Já, hann er ekki rætt það en hann er það er þarna augntönnin hans hægra megin er lengri talsvert heldur en aðra tennur hann er að fara að sarga hana niður og fá svona veneers þannig að ég er tilbúið Steini minni að halda í hendina þar meðan það er verið að krukki þér Hann fæði sér einhverjar 6-7 tennur Það er líka, þú veist, hann er búin að vera að bíða í nokkur ári hérna eftir tannlækning tíma hérna á Íslandi þannig að hann kíkti bara til Tyrklands Steini spyr líka er Andri Magnús í sambandi eða er hann married to the game? Ég er married to the game sko það er fókus Það er bara fókus það er blessaða boltinn Ég er married to the club eins og Tómas Kárason talandi Tómas Kárason Steini spyr, mann Tómas eftir því hvað hann var erfiður skástrík leiðinni í 7. flokki og þá gagvart Braga og sjálfum Steina Sko Þannig hefur verið að tala um Braga Bjarkarsson leikmann FH og Tómas Kárason sem Írik Ársins sem þjálfari núna og leikrinnandi sem þjálfari þá get ég alveg Írik Ársins hvað ég var ótrúlega leiðilegur í 7. flokki það var ákveðin reiðisvandamál og ég meina ég myndi hata það ég myndi þurfa að þjálfa mig í 7. flokki
Já, Þannig að þú Já, þú er manst svarið. eftir- þú manst eftir því. Ég man Já. og þú Gleymi seg. viltu, er eitthvað sem þú vilt segja eins og margar mömmur segja oft við litlu strákan sína, er eitthvað sem þú vilt segja við Steina? Sér Bist ekki eftir neinu. forláts Hvað segir þið? Bist forláts Þið svaralót. Þá er næsta spurning, við ekki bara klára Steina? Já, við getum vaðið hann. 20 mínútur upp Andri, mun Arsenal ná að enda í sínu sæti, þar að segja öðru sætinu? Nei, Nei, þeir vinna núna. ég held að þeir muni ekki ná að enda í öðru sæti. Þeir muni mögulega ná að enda í öðru sæti í einhverjum þessum 4 keppnum sem að er ennþá í gangi. En ég, ef við lútum á... En þetta er svona ykkar sæti? Þá ensku, já, við erum svona síðust ár. Ég held að þetta sé árið ár. Ég hef trú. Annarsætið? Fyrsta sæti. Já, einmitt, já. Það verður markmið, nei, vonbrigði vantilega. Að lenda í fyrsta? Já. Það verður skrýtni tilfinning, ég hef ekki upplegað hana síðan árið 2004. Seinast spurningin að Steina sem svona, vildi líka fá að Andri myndi ekki snúta spurningunum sínum og hann þyrfti að svara þeim heiðarlega sem hann hefur gert. Hann spyr hérna seinast spurninginni sín, nær Gyökeres að skora fleiri mörk en Flemming í Premier League? Þeir eru hnífjafnir með 5 mörk. Heyrðu, já, Flemmingin er búin að standa sér nokkuð vel, sko. Hann er alltaf svona Flemming hotni í Dockson sem að hjá mig alltaf að fylgst með Flemmingnum. Ég er mikill Gyökeres maður. Hver er Flemming? Burnley? Simon Flemming í Burnley. Ég held að Gyökeres muni alltaf saksa inn einhverjum mörkum, sko. Ég var alltaf með það hreinu, ég vissi að hann var aldrei að fara að skilja einhverju Haaland tölfræði. Ég sagði svona milli 12 og 15 mörk væri flott. Nicholas Jackson tölfræði. Og þetta náttúrulega fjölskylduvinur. Ég náttúrulega þekki pappans hann Stefán Gyökeres. Fjölskylduvinnur. Já, ég vinnur Er hann oft í kaffi eða mat? Ég vinnur fjölskyldunar hans Viktors. Okay. Viktors Einars. Já, Viktors Einars. Ég þekki pappans hann Stefán. Viktors Einars. Og þannig að ég er mikill Gyökeres maður og sé mikið af mínum leik í honum. Og þetta er bara tímspurt